leik. Nú fara tveir menn í bann hjá okkur. Já, þetta verður forvitnilegt hvernig, allavega fyrir áhorfendur að sjá hvernig liðið okkar mun hefja leikinn. Því að ef við mætum Ólsurunum strax vel og ég held að baráttan, ef við náum yfirhöndin á miðjunni þá gætum við átt einhverjum séns í þessu leik. En Ólsarinn eru bara með gríðarlega sterkt lið og eru að spila besta boltann í deildinni. Því að taflan hún lífur ekkert. Nei. Í dag eru þeir besta liðið í fyrstu. Þannig að við eigum erfiðan leik fyrir höndum og sérstaklega eftir það að þeir voru að taka rosalega leik á móti Þrótt Reykjavík á heimavelli sínum í síðustu umferð. Það sem þeir unnu 3-2 á síðustu mínútunum í uppgjöri toppliðana. Þannig að þeir eru fulli sjálfstraust, Ólsararnir. Já, mér finnst eins og það sem ég hef verið að fylgjast með þeim og séð til þeir í sumar, það er að mér finnst þeir úthaldi hjá þeim er alveg ótrúlegt. Að þegar að liðin er að detta niður 70. mínútu þá eru þeir ennþá með fítonskraft. Þá eru þeir ennþá að og þeir eru margt svipaðu klúbbur og við, hvað var þar aðstöðu. Að þeir, við erum með svipað aðstöðuleysi, ætti ég frekar að orða það. En samt eru öll lið sem eigi upp þjálfar eru gríðarlega vel skipulögð og það er bara nr. 1, 2 og 3 og það er ægi í leiknum. Já, það er bara þeir eru ekki, og við getum séð það eftir, þeir munu ekki gera sömu mistök og við erum að gera í okkar leik. Já, þá komum við kannski inn á þetta. Ef við förum yfir liðin hérna, þá til dæmis hjá þeim erum við Tómas Lupa og Tótis og Kubat og Turutía og þetta verðist bara virka. Það er eitthvað sem virkar við að fá stráka frá Serbíu og Makedóníu. Já, þeir hafa bara valið rétta karaktera, svo sem kannski skiptir ekki máli hvaðan þeir koma ef þetta eru bara réttu persónunar sem falla vel inn í liðið og samfélagið. Og hérna eru liðin að koma út á völlinn. Og við erum að taka vel á móti liðunum. Gestir okkar, Víkingur frá Ólafsvík. Og við ætlum að byrja að kynna lið þeirra þegar þeir eru komnir hér upp í línuna. Númer 30 Kristján Martínez Liberato, númer 2 Guðmundur Reynir Gunnarsson, númer 5 Björn Pálsson, númer 7 Tómas Lupa, númer 10 Gunnlaugur Hlynur Birgisson, númer 13 Emir Dokara, númer 17 Hróive Tókic, númer 18 Alfreymar Hjaltalín, númer 23 Admir Kubat, númer 4 Kenny Turutía og númer 27 William Dominguez de Silva. Þjálfari og aðstoðarþjálfari Víking Ólafsvík, þjálfari Erik Púrisevic og aðstoðarþjálfari Suat Beicis. Nú í liði B.I. Bolungarvíkur í dag eru þeir ungi knái drengurinn í markinu Daði Freyr Arnarsson, númer 3 Alexander Jackson Möller, númer 4 Jose Carlos Benifigura, númer 5 Loic Cedric Bangondo, númer 7 Sigurgeir Sveinn Gíslason fyrirliði, númer 10 Pape Mamadou Faye, númer 14 Aron Walker, númer 15 Nikolás Nikki Jónsson, númer 16 Daniel Safo Batu, númer 22 Elmar Atli Garðarsson og númer 24 er Ditu. Þjálfari okkar Jón Hálfdán Pétursson og honum til aðstoðar er harðverjinn Tómas Emil Guðmundsson. Eins og ég segi, fyrir hvern einasta leik rífi kjafti dómaraðin verið kurteis. Tækið á því, látið ykkur heyra. Jæja, þá fyrir við að byrja að leika yfir. Ég ætla að spyrja þig líka að því. Tveir menn í banni hjá okkur. Sástu þetta atvik sem var svo umdeilt með Kvasi, með Dífunas? Ég hef ekki séð það, en samkvæmt textalýsingum frá leiknum þá átti þetta að vera guldspjald, en síðan eru aðrir sem ég ræddi við sem voru áhorfendur sem voru ekki sammála þessum dómi. Já. Og leikmenn líka sem stóðu alveg við þetta, þeir segja að maðurinn hafi farið í bakið á Kvasi. En Spivak, var það bara kjaftbrúka? Já, það voru 4 guldspjöld uppsöfnuð, en hann fekk guld fyrir kjaftbrúk í þeim leik, sem er mjög dýrt fyrir lið eins og okkur. Já, það er gríðarlega dýrt. Við megum ekki við að missa nokkuð einasta mann á skýrslunum okkar. Við erum að byrja leikinn, Ívar ætlar að fara yfir leikuppstillingu og annað. Og ég ætla að hlusta með ákafð. Þetta Ólsararnir eru með 2 sem þeir fengu í glugganum í byrjunlið. Það er Hróive Tókic frammi og Gunnlaugur Hlynur Birgisson frá Breiðabliki er væntanlega á miðjunni. Síðan erum við að tala
Guðmund Reyni inn í vinstri bakverði og Tómas Lúpa miðvörður. Admir Kúpat með honum í miðvörð og þá Emir Dokara hægri bakvörður. Björn Pálsson, Kenan Turdia og Gunnlaugur eru á miðjunni. Og þá það Da Silva, Alfred Már á köntunum og svo Tókits einn frammi. Sýnist mér og Liberato í markinu hjá Ólsörunum. Hver marka skorarinn hjá? Þeir hafa verið svolítið að svissa skipta mönnum og vera, þú veist, Ingólfur hérna á bekknum, Alfred komin inn, Alfred Már Hjaltalín Hólmarinn Knái, hann markaðasti maðurinn í liðinu. Já. En þeir sóttu 2 strækjara núna í glugganum, Hrorfi Tókits frá Króatíu og svo Gorka Bernatos á bekknum, Spánverji. Og síðan eru þeir með Kristófar Eggertsson líka sem ég held að geti spilað frammi, hann káringur. Já, þannig að bekkurinn ekki síður en þeir sem inn á. Nei. Við förum núna kannski einbyttungur, þeir eru með Ondo og Sigurgeir í hafsendabarinn í okkur hérna. Möller í vinstri. Möller í vinstri og Elmar í hægri. Dittu hérna á kantinum. Og svo erum við Fígúra, Batu og Volker á miðinni. Nikolás er á hinum kantinum og Pab frammi. Hérna verður eins og eftirlættu okkar Alexander Jackson Möller væntanlega að mæta þá markasta manni þeirra Alfred Már Hjaltalín þarna hinum einn á kantinum. Og hérna verður forvöld að sjá þessi Da Silva hérna á kantinum eða vinstri kantinum, hann hrikalega góður. Já, þessi litli Knái hér. Já, ég held að hann sé Brasilíumaður, en Elmar verður með hann. Já, Möller og Elmar hafa nú verið alveg ágætir. Þeir hafa verið ágætir. Þeir eru að passa sig, völlurinn sleipur, það náttúrulega þó að veðrið gott inn á núna, þá var rindir hrikalega hérna í dag. Já, það var algjör skífall í dag. Já. Ég hélt sveimi þá að bara ekki leikur á tímabili. En svo bara allt í einu dregur frá og hér gríðarlega flott veður á Tórnesi. Svona í byrjun þá eru liðin að dreifa á sér, að kannski að fylgjast með miðjubaráttunni, þessi 3 á miðjunni. Það reyna að ná yfirhöndin í leiknum. Síðan þetta hvernig menn eru stendir, hverjir að ná seinni boltanum sem dettur, hvort liðið grimmara. Mikki setur þetta frá. Björn Pálsson, númer 5. Já, Ósonum. Kúpat þarna. Ekki teknin inn að sénsa, það blautt grasið og boltinn flýtur vel. Það er þá að læra. Sigurgeir, Ondo og Möller hann aftast. Við sjáum hérna Tókits hérna og Gunnlaugur ýtir upp með honum. Þeir pressa okkur hérna. Smá misskilningur. Ég ætla að fá nota tækifæri með við erum hérna að tala um þessar stráka okkar hérna. Það er allir svo kappsamur að tala um erlenda leikmenn. Þetta nú tekið fyrir líka í körfuboltanum. En ég ætla að taka það fram að Ondo talinn hér sem heimamaður, búinn að spila hjá okkur lengi. Og Batu fluttur hér með íslenska konu og að fara að eignast barn. Búinn að koma sér fyrir hér í leiguhúsinu að vinna. Og meðan ég var að röfla þetta, þá voru Ólsararnir að gera harðar hríða markinu. Þetta var Alfred Már Hjaltalín sem braust hann upp kantinn. Hann munaði litlu. En eins og segi, það sama hjá Ólsararnum. Tómas Lúpa Ólafsvíkingur og Emir Dokara. Æ. Það 1-0. Þetta Hrorfi Tókits. Sigurgeir reiknaði aðeins vitlaust þarna sendingin hans til Daða. Hann rennir boltanum fyrir, það kemur Tókits og tekur boltan og setur hann í netið. 0-1 og það eru 4:40 búnir að leiknum. En Guðjón, þetta það sem að skilja að við séum á botninum og þeir eru á toppi. Þú sér Ólafsvíkingana, Víking, þú sér þá ekki fá svona marka á sig í sumar. Þetta annað eða þriðja í okkur. Þetta bara klaufaskapurinn, þetta alveg rétt. Þannig að þetta bara... Ég vil bara koma því til leiða fyrir þá sem að horfa. Að horfa ekki alltaf á fólk með á móti útlendingur eða ekki. Þetta eru knattspyrnumenn, þeir eru að spila fótbolta, það hafa allir gaman að þessu.
og mér finnst við ofduglegir að stilla alltaf útlendingar og Íslendingar. Það er bara bull og kjaftaði. Hættu því og njóta þess að horfa á fótboltann. Aftur á leiknum. Sigurgeir. Þeir pressa rosalega framalega. Þeir pressa okkur núna, þeir vita hvernig sjáðu, þeir vita hvernig við spilum. Við ráðum ekki við þetta, Nei. það sem við erum að reyna. Þeir hérna, Da Silva þrýstir hérna upp. Guðmundur á Dittu, hann leysir þetta vel á Elmar. Við erum ekki að leysa þetta, en þetta er leikurinn hjá Daða. Daði markmaður spila svona tæft. Hann er góður á löpunum, en hann spila rosalega tæft og hann hefur verið að gera mistök í markinu á löpunum. Ef við skulum taka fram hvað hann er 17 ára. Já, eða 16, ég maður það ekki. Já, 16 eða 17, hann er strákurinn, hann er mikið efni. Nú fáum við breyk, Papp. Tómas Lúpa, duglegur hana, lasta vel. Nikolás, missi boltan. Vel lesið. Hjá Víkingum. Fígúra vinnur boltan hana. Þetta er Kenan Turdía sem er hana, var í baráttunni. Fígúra, Volker. Nú þarf að bera boltan hérna yfir. Þetta er fínt. Jackson Möller. Hann er svolítið einokkur á Papp en hann gerir þetta hrikalega vel. Þetta var nú frekar augljóst peysutog. Papp snýr hann einfallega bara að sig með fyrstu snertingunni. Já. En það sem ég var að segja, við vorum að spá með fyrir leikina að dómarinn Helgi er hrikalega ungur að árum og línuverðin líka. Það er spurning hvernig þeir munu ráða við þennan leik. Já, svo er ég alltaf fyrir mig hverju eftirlitsdómar hérna. Það er enginn. Það er enginn eftirlitsdómar. Þannig að þeir eru kannski eftir að tróða sokka ofan í okkur og eiga óaðfinnanlega leik. Þetta er vel gert hjá Tókic. 2-0. Þetta er allt og auðvelt. Þetta er ekki hægt, sko. Aftur Tókic. Þetta er aftur Tókic. Komið 2 mörk. Ég get ekki rætt aðdraðandann því að hann var nánast enginn, sko. Það var bara, þetta eru varnarmistök. Og svona gott lið eins og Víkingur er, þeir refsa. Alveg eins og Þróttarinn sem við mættum hérna, áttum ágætisleik. Við gerum mistök. Þeir refsa grimt. Við erum með Praktík og markmann á bekknum sem við fengum í glugganum. Hann var tekinn úr liðinu eftir Þórsleikinn. Og Daði fékk tækifærið. Svo sem kannski lítið hann að sagast í þessu marki. Já, þetta held ég að við höfum nú ekki... Ég held að skiptin þar væru ekki til þess að auka neitt. En núna eftir tæpar 10 mínútur erum við 2-0 undir á heimavelli á móti efstaliðinu sem er búin að fá fæst mörg á sig í deildinni. Og þeir eru eftir að vera alveg pollrólega með bolta núna í vörninni. Og við þurfum að koma núna framar og við þurfum að sækja. Það getur opnað fleiri færi fyrir þá. Já, þú gefur ekki svona liði neitt. Það er þá betra að láta renna aðeins í grasinu. Já, ég var að vonast til að við myndum gefa það leik. Takk hans á þig. Já. Eins og þetta, mér fannst þetta, hann kannski er að dæma brotana á undan en mér fannst þetta að vera lögleg tækling hjá Volker. Það gildir innu, það er búið að dæma. Þetta er Da Silva sem tekur þetta á Tókic. Ég get svara, þetta var rosalega vel gert. Hann er hrikalega segur, þessi gæi með bakið í markið. Og hann átti, núna í júli, átti hann stórglæslegt mark á Selfossi þar sem hann skoraði með bakvaldbundu. Þetta var rosalega vel tekið við boltanum, beint á kassan og snýri sig við í liðanetti. Beint í skoti. Þarna sjáum við munið að hann fær að gera þetta nánast óáreittur á meðan Papp er með mann alveg gjössalega í bakinu á sér þegar hann er að reyna svona. Þetta skilur að þarna liðin, hvernig varnarvinnan hjá liðan. Möller, vel gert. Náðu ekki að skila boltanum. Hleypur upp úr tæklingunni. Það er vel gert hjá Batu.
Nikolás boltan, það þarf að leysa úr þessu þegar við vinnum boltan þarna, þá þurfum við að koma honum út úr þessu og yfir á Dittu hérna hægra megin. Fígúra. Hondo. Þannig að ég vilja láta bara fá, Elmar ætla að fá boltan í hægri bakverði. Já, þeir leysa þetta hérna. Badu. Þetta er ágætið spil. Komar með niður til hægri á Dittu. Það er svaka kraftur Dittu, hann tekur sér til og fer á stað. Þetta er ágætt, við erum strax búin að vinna boltan aftur. Já. Halda pressunni. En við þurfum að gera eitthvað hérna á síðasta dríðunum. Þetta er ágætt spil. Svo kemur eitt svona. Já. En svo hérna á hann þegar Dittu með boltan, þá vill ég sjá Elmar bara taka fyrstur lendir undir. Þá á hann bara að fara upp kantinn og fá hann hérna, hlaupa á bakveðan, taka ólappi bakveðan og fá boltan og senda fyrir. Já, hann er bara að gera það vel í síðasta leikinn heima. Já, enda sóknina á skoti. Hérna sjáum við uppspili á Olsson, þeir gáðu boltan strax frá sér með langri sendingu, en ég held að þeir séu alveg sáttir við að við séum með boltan því við hefum eftir að gera. Það er leiðilt að segja það. Já, já. Við erum að reyna að spila fótbolta hérna og stundur ráðum við ekki almennilega við það. Þeir vita líka að því þeir pressa alveg leið. Alveg hérna. Þeir eru vel skipulaðir, svo fallaðir að pressa gengur upp, þá fallaðir og allir skila sér eftir fyrir boltan. Dæm okkur yngastið, þetta er Admir Kú. Hann er rosa naglimar. Vel þéttur. Alveg, svakalega. En það er helst. Hvaðan kemur hann, veistu það? Hann kemur frá Bosníu. Bosníu. Svo margir að þeim tókit sér þetta gróti, held ég, alveg örugglega. Svo fengur Gunnlaug Hlyn sem er á miðunni hjá hann, þessi langi, hann kemur frá Breiðablik. Spilaði ekki sem búið með alveg að hafi náð starta leiki í byrjun hjá Breiðablik eða kom inn á. Ágæti sending hérna frá Dittu. Það með boltan. Badu. Skipti hérna á, næ. Sigurgeir. Vel gert. Snirtileg sending. Nikolás. Já, hann lyftir. Hann þarf að... Vel gert hjá Dittu. Þetta er bara ágætis færi. Þetta var flott. Það er fín sókn hjá Dittu. En við pressum strax og erum strax búin að ekki vinna hann alveg. Þetta er vel gert hjá Turdía þannig að taka bolta niður. Þetta er yfir Tokara þarna við... Það sést alveg ljósar í burtu þegar þeir fá boltan aftur fyrir. Hvað þeir eru fljótir að stilla þessu upp. Sér líka tempóð í spilinu hjá þeim. Já. Þeir fara... Það eru 2-3 sendingar og þeir eru konur upp kantinn og svo sending fyrir. Elmar með yngastið. Tapar 14 múndar, búin að fyrirháleik hér staðan 0-2. Stelpunir okkar eru að spila út í Bolungarvík, IR byggði Bolungarvík. Aukaspyrna. Þetta getur nú verið alveg ágætis færi. Eyjúpi byrjaði hérna en þetta er þriðja allána. Það er hægt að sleppa þessum en þetta er þriðja skipti sem þeir eru að fara í lappirnar á annað skipti sem fara í lappirnar á Babb og svo var náttúrulega hendurnar í teiknubann á hann. En það er ekkert að segja við þessu aukaspyrnu held ég. Þetta er Voka sem tekur þetta. Liberato í markinu. Sendingin inn í. Skalla frá. Sérðu hvað eru snöggir. Nú sjáum Snöggir upp maður. Tokara á örugglega eftir að skipta inn yfir. Þarna sleppu við. Þeir voru fjórir alveg á að sleppa. nákvæmlega sömu sekundubrótinu. Emil Tokara var undir miklu pressu þannig að sendingin var ekki alveg nægilega góð. Hann hitti einn manninn okkar.
Þetta er vel gert hjá Elmari. Setur hann lappin á papina, þetta er vel gert. Nú er hann batta niður á miðjumannin sem Batu, er hann er hann er svona staður. Ég held að þetta ágætt var rétt. spil, samt sem aður. Fín hugsun hjá Batu þarna. Þannig að sjáum við sko síðustu 2 sóknir hjá okkur. Þetta hefur verið ágætt spil. En við þurfum að verjast betur. Já, Og hérna, við erum búin að sækja núna 3 byrjunliðsmenn í glugganum, en við erum ennþá að gera sömu mistökin í varnarleiknum, þannig að það hefur ekki skilað neinu í stigasöfnum. hvað sem situr hérna upp í stúku. Spívak hérna, fyrrverandi leikmaður Víkings Ólafsvíkur er líka í banni. Já, Það munar minna. Það er Björn Pálsson hann á miðinni. Á Gunnlaug. Emir Dogara þarna á hægri bakverði. Figúra setur hann burt. Það er Ditto á móti Guðmundur Eini hérna upp kantinn. vel gert hjá Guðmundi. Hann leysir þetta vel og Kúpa tilbaka. Virkilega vel gert. Guðmundur Eini Gunnarsson. Þeir haldi þessu inn á. Ég hef ekki séð hann Gunnlaug Lind spila og ég hef ekki séð til hans, en hann virðist vera Hann virka virkilega mjög vel á virkilega mig sprengur, já. fyrstu mínúturnar. Gunnlaugur Hlynur Birgisson, númer 10 hjá Víking Ólafsvík. Fyrir á miðjunni í sumar hafði Egill Jónsson Káringur verið að spila í þeim. Ég svo sem veit ekki á hverju að hann er ekki í hóp, mögulega meiddur eða eitthvað. En þeir sóttu þá Gunnlaug í glugganum. Fengu hann á láni. Sigurgeir að byrja boltaninn upp. Dogara missir hann, Papp með boltan. Þetta er léleg sending, þetta er 50-50. Aja. Da Silva þarf ekki nema að elta þetta og Emil þarf að sparka boltanum í burti. Elmar. Liberato sparkar þessu út. Tókic Ondo tekur skallan. Hann er Björn Pálsson og Volker í misjafnum sendingi og Volker að það inn fyrir á Nikolás. Ég er vissum að Eyjúb vilji að Víkingarnir sé að spila á fullu power hérna, jafnvel þó þessi búin að fá 2-0 eftir 10 mínútur. Fyrsta hornið. Mér finnst það að hægst aðeim núna. Fyrsta hornspinnan. Það eru Víkingar sem eiga það til Silva fer út á fánanum. Það eru fróldis að Gunnlaug Hlyn. Hann er búinn að stökkva vel hérna. Þeir stilla sér hann upp, eru Kúpa, Tókic og Gunnlaugur. Ondo með Kúpa. Boltinn fyrir. Gunnlaugur næstu búinn að ná Þeir þessu. verja á línu. Maður, bjarga á línu. Mark. Og sending fyrir. Þetta var brilljant. Þvílíkt og annað Þetta er Emil Dogara. Emil, það verður ekki Alfreð Már Hjaltanes sem skoraði. Ekki 13. Verður ekki 18? Jú, 18. Það er Alfreð. Já, Alfreð Már Ég held Hjaltanes. þetta var Emil. Hann er hérna tilbaka. Batu bjarga á Þetta er línu, 18. kom boltanum frá, sending fyrir Alfreð Már upp, skallar, En mark. og aftur, varnarvinnan, þetta er allt og auðvelt hjá Víkingunum að skora mark. Það eru 2 eða 3 sem hefur getað skora Já. mark hérna. 0-3. Þetta verður langur leikur. Þetta er languleikur. Skulum ekki gleyma að það eru 70 mínútur eftir. Sigurgeir. Engin sjáum þetta á varnarleiknum og þessu uppspil allt fas á leikmönnum. Það er svona misjafnar sendingar að veit enginn hvenær hann á að fá boltan. Nei, og nú standaði bara. Þetta er, Kemur hérna reyfing, smá færsla. Volker þarf að losa. Nú vil sjá boltan færa það hérna yfir á Elmar. Eða
Batu, Skiptingin kom en hún var ekki nægilega góð. nei. Týtum við þess ekki markspyrna. Þetta þurfum við að gera og gera hraðar ef við ráðum við það. Það er stuttasendingar þarna á litlu svæði, koma honum út hratt og svissa um kant. Svo er nú ekki auðvelt að segja að það þurfi bara að skipta inn á því að við erum ekki með full lið. Við erum ekki með fullmanna bekk í dag. Nei, En þarna sjáum við Liberato tekur markspyrnu, sendur út á Kubat. Kubat veit nákvæmlega hvað hann ætlar að gera. Hann snýr sér strax og kemur með skiptinguna yfir á gagnstæðan kant og það er bara upp kantinn og fyrir og þeir eru konur í væri. Víkingarnir er ekki að gefa neitt hérna. Nei, Þeir alveg gjörsamlega staðráðin í því að, Þeir vita líka að þetta er ekki flókin íþrótt. nei, Sjáum hvernig þeir leysa úr þessu hár bolti á pabbi. Sjáum hvernig Lúpa leyfur að fara upp í loftið. Þannig að vantar að tala saman í vörninni hérna. Nikki leyfir Tókara bara að taka boltan þarna. Sjáum þetta muninn að ná við honum. Hvernig Tókara, hann bara lappar og tekur boltan af Nikolasi. þessi varnarlína þarna er gríðarlega sterk hjá Víking. Það er nú bara að segjast eins og er. Enda búin að fá sér langfæst mörkin til því. Já. Og svo er það náttúrulega þannig að það er ekki alltaf öftustu fjórir sem eru, það er allt liðið sem þarf að verjast. Já, já, já. Það ætlar að sparka þessu, þeir pressuðu hérna upp, neða okkur í sparkið. Sjá langur hérna, Lúpa skallar sig frá. Sjáu kraftin í Olsson, þeir fara á fullu í öll návi. Það hefur nú verið hafa Fabrizio Maria Pradico í markinu okkur og Cristian Martínez Liberato. Þetta er svona, þetta gefur svona keim hérna. Fabrizio Maria Geta haft Pradico. kosningu í hálfleik, voru með flottara nafn. Eða meiri töffar í markinu. Ég er eins og mjög ánægður að sjá Daða þarna. Þetta er ungu strákur, hann þarf að læra, mjög erfitt að þetta var hent út í svona laug. Það sem allt er undir í resta tímabili. En Já, ef ekki núna þá. ég segi það, þetta er stór og stæðilegur strákur og hann er auðvitað að stíga sín fyrstu skref hérna. Þessi fyrir aftur fyrir. Fyrirgæfi, sendingar, bara þú veist, munurinn á liðunum, hann sést alltaf í þessum einföldu atriðum. Nákvæmlega, þessi ég ætla að segja. Öll einföldu atriðin. Sendingar, Og hreyfing á bolta. hreyfing á bolta. En við hefðum átt að geta mætt þeim í baróttu og öllu svoleið, sko, og gefa þeim eitthvað leik, sko. En það virðist ekki vera áhugi fyrir því. En þeir hafa 3/4 leiknum eftir til að gera eitthvað í þessu. Já, já, fjandinn að það fara að gefast upp á 2050 mínútu, það er ekki hægt. Möller, Þetta er Björn Pálsson, Tókic. Nikolás, Möller. Þetta fer alltaf bara beint á Olsarna. En á þessu 25 mínútum það hafa komið 2-3 skyndisóknir hjá Víkingunum en ekki einhvers staðar þar sem þeir hafa haft tögl og haldir á Nei. leiknum og verið að spila okkur sundur og saman. 2 mörg sem komu bara út úr vitleysi okkur og síðan hérna hörð sókn sem var 3. markið. Já. En það má eiginlega segja að við höfum fært þeim þessi 2 mörg alls silfurfætti. Fættum og silfurfatti og þeir eru með gæði frammi til að klára þetta. Og sjá eiginlega fyrst núna til þetta Silva maður og mann hérna. Hver er þetta sér að Nikolás sem, Úps, ekki Nikolás, ég sá þetta ekki. ég ekki heldur. Ég misti alveg þessu. Kannski tæknimaðurinn geti
Það virðast allir að mista þessu. Ef við förum aðeins hérna yfir sögu þessara liða, svona munstri á þeim að fara upp úr þriðjudeild, sko, árið 2003 erum við með BA og Bolungarvík, ekki samlið, eru með Víkingum í riðli í þriðjudeildinni árið 2003. Víkingarnir fara ósigraðir gegnum það riðil með gríðarlega sterkt lið og þar var til dæmis þjálfarinn Eyjólfur Búrisevits var að spila hérna á Dónusvelli þá 2003 og líka formaðurinn, ég held að hans formaður Jónas Gestur Jónasson var frammi og Súat Begic aðstofþjálfari og líka spilað þann leik. Þeir voru með hrikalega flott lið, fóru ósigraðir held í gegnum þriðjudeildina. Unnu ekki, fóru upp úr annar deildinni 2004 líka. Þar spilaði Predrag Milosavljević til dæmis sem var að spila hérna með Bolungarvík lengi. Hann spilaði með þann peysa. En síðan hafa Víkingarnir verið í fyrstu deild frá 2005 til 2009 þegar þeir fjallu. Tóku þarna, þannig að þeir eru, ég myndi segja þeir eru svona 3-4 árum undan okkur. En þeir munstri að svipa. Þeir eru árið 2009 þurfa þeir að taka skref aftur og baki sinni uppbyggingu þegar þeir falla í aðra deild. Og mæta okkur þá aftur í sameiginlegu liði okkar 2010 í annar deild. Þar fara þeir ósigraðir strax upp aftur og rústa annar deildin og við tökum annarsætið. Og saman hafa þessi lið verið að spila í fyrstu deildinni. En Víkingarnir tóku sjálfsögðu stór skref þegar þeir fóru upp í Pepsi-deildina eitt sumar. Þannig að það sem ég er að segja að þó að við þurfum að taka eitt skref aftur og bak núna á næsta ári, mögulega. Já, mögulega. Þá þarf ekki að vera einhver dauðadómur um knattspyrnuna hérna því að við endurskipuleggjum bara liðið og komum tvíeldi til leiks. Já, ég held að fólk þurfi átt að sjá þessu sko. Það gerist ekkert annað en að fótbolti er spilaði næsta sumar en það er bara önnur tala bak við það. Já, ég vona innilega að Víkingarnir komist upp í Pepsi-deildina í ár. Já, ég segi það líka. Það var fínt að fá annar landsbyggðarlið líka með. Að Þróttur Koksahúsi og Fjarðabyggðar Þór fara upp með. Ef við gerum okkur þá mögulega Keflavík að koma niður úr Pepsi-deildinni. Herru, hann hefur farið út af hann. Nikolás er að koma út af. Hann er bara meiddur og... Það er búið. Það er búið á honum. Sergi Mutufál er að koma inn á. Já. Hann hefur komið inn á í leik áður hjá okkur, hvort það var ekki í Þórsleiknum. Jú, ég held að það var í Þórsleiknum, já. Fékk gult spjald eiginlega þegar hann kom. Hann er kantmaður. Gemur bara strax í stöðunars Nikolás á vinstri kanti. Það sem ég ætla að klára, það vill bara fá Leiknir Reykjavík niður með Keflvíkunum. Svo verður nú spilað þar almennilegu fótbolti í Pepsi-deildinni. Smá skot. Já, ég held að... Já, Keflavík, þetta er ekkert vikant hjá mér. Mér er ekkert óalant Keflavík. Ég verður að segja þessu vel. Körfunni. En ég þykir þetta bara rænt fótbolti. Ég vona bara að Ólýsingarnir fer upp. Ég veist þeir alveg frábærir. Fólk eru örugglega að bölva okkur fyrir að tala um eitthvað allt annað en fótboltaleikinn hérna en Gunnlaugur þarna Fól er kominn þarna í baráttuna, Batu. Þeir leysa úr þessu. Elmar, hann velur Dittu hérna niður á kantinum. Dittu tilbaka á Elmar. Nú halda það bara boltan og sjá við Víkingarna færa sig framan. Neið okkur í einhver mistök. Eins og þarna, þetta er allt of þröngt. Turgi át þennan bolta, algjörlega. Og Guðmundur með fyrirgjöf fyrir figúra. Tantna til dæmis, hefðu við séð Víkingsliðið lendið þessari pressu, þá hefði mögulega bakurinn bara lyft þessu upp í horn. Já. Hérna upp og látið framherjan elta þetta. Ekki missa boltan á þessu svæði. Da Silva. Hann er alveg skuggalega snöggur þessi strákur. Þetta tók þar á Björn Pálsson. Hann er frá Hornafirði. Ólmanninn hjá Sindra. Já, Sindra, já. Þið forfræga lið. Þeir eru sáttið með þessa stöðu. Víkingarnir er að halda boltanum á þessu svæði. Nú þurfum við að ýta framar. Hálftími búin að leiknum, staðan 0-3 hérna. Já, Papp alveg heitt hana. Liðið fylgir ekki. Tókic með 2 mörk hér
og Alfreð Már Hjaltalín með 1. Skiptingarnar hjá Kúbat hérna. Kúbat heitir hann, þær eru mjög flottar. Sendingarnar hjá hann út úr vörnum, hann er góður spilar út úr varnarlínum. Hvað velur hann hérna? Þeir finna alltaf einhvern möguleika út úr vörninni. Maður. Elmar gerir þetta vel, Já, hann dæmir á hann. Elmar lendir eftir og við viljum dæma hendunar á Elmari. gott hjá hann samt að láta hann ekki sleppa. Það er alveg gott að brjóta þarna. Brjóta þetta niður. Da Silva. Guðmundur Reynir. Kemur hérna upp vinstra kantinn. Sendingu allt og háa. Hann setur þetta í horn. Þarna eru við einfaldlega ekki á tánum. Þeir fá að taka stutt aukaspyrnuna. Guðmundur komin í góða fyrirgefstöðu og fær óréttur að senda fyrir. Já. Eins og við erum búin að segja og örugglega halda áfram að segja allt of auðvelt. En nú er spurning, nú skulum kannski fylgjast vel með dekningunni þegar hún var hróðaleg í markinu þannig síðustu hotspinnu. Sjá hvernig þeir skipuleggja sig nú. Setja Rondó niður stöngina. Þeir eru með Ondó nærsvæðinu. Fyrirgjöf fyrir. Þetta fór yfir allt. Það er ekki jafn góð fyrirgjöf hjá Da Silva þarna á síðast. Guðmundur skilar þessi tilbaka á Lúpa. Hann er svona stundum tæpur, Liberato þarna í hérna einföldu vinahóttasendingu. Já. Admir Kúbat, hann stjórnar þessu alveg gjörsamlega. Þeir eru nú búin að svissa núna í miðra. Þetta er vel spilað, þannig að varnarvinnan ekki nægilega góð Alfreð Már. Hjá Dittu. Kemur boltanum Kúbats. Þetta Finnbogi. er Turucci þarna 24. Silva kominn hægra megin, þeir eru búin að skipta kant. Tekur skotis. Silva, hann er svo snöggur, hann skiptir á milli kanta og maður tekur ekki eftir. Þeir eru vantarlega bara skiptum stöður eftir hotspyrnuna, tekið varnarstöðuna hjá hver öðrum. Þetta er frábært lið. Nú Þetta er alveg frábært lið. Skulum við fylgjast með uppspilinu hjá okkur hérna. Þeir eru búin að loka öllu leiðið með það. Hann sparkar. Þetta er vel gert hjá Papp, taka boltan niður. Möller. Hann þarf að leita tilbaka. Tilbaka á Sigurgeir, þeir pressa þetta alveg frábælega Olsararnir. Þeir fá engan frið. Sjáu hvernig þeir koma honum í vandræði, það var enginn að bjóða sig. Ég er nú sennilega dæmt annað Sigurgeir. Já. Það hefur bara verið svo leim þetta. Orkin okkur bara hérna. Dittu. Sleppur okkur með þetta, það er fínt. Það ágætti slaupi Volker, hann er að setja pressa á hann hana. Sjá hvernig hann leysir þetta Liberato. Hann hitta. Silva. Elmar. Silva er alveg nautsterkur maður. Pínu lítið. Þeir leysa þetta ágætlega. Sigurgeir kemur hérna út úr vörninni. Sjá hvernig, ég hef nú ekki fylgst mikið með Mustafa, en sjá hvað hann gerir hérna. Hann er í maður og mann stöðu. Fyrir skotið, þeir komast fyrir það. Kúbats kemur boltanum frá. Silva tilbaka. Fær hann aftur hérna. Tókits fær að koma hérna upp, hann er ekki að setja einfalda sendingu á Tókits. Walker. Þarna þurfum við að gera eitthvað við þessa stöðu sem við fáum hérna á Silvufatti frá Silva. Og gerum ekkert. Gerum það ekki. Kúbats. Þetta er Turucci á miðunni. Turucci að segja á fyrir. Þetta gerir Papp óöppin, jæja. Okkur vantar Spivak á kantinn og hefur verið með því að Dittu og Papp eru menn sem geta tætt í sig varnir sín á milli og komið sér og skapa færi úr ómögulegum stöðum. Það hefur verið fínt að vera með Spivak á hinum kantinu með það fyrir aftan á. Já, Spivak. Verið fremsti maður á miðju þá. Sammála því. Það er alltaf dýrt í okkur að missa Spivak. Spivak í bann og sérstaklega fyrir svona ódýrt spjald eins og að vera að rífa kjaft. Tímundur eftir að fyrirháleik. Björn Pálsson var nú alveg með tíma þarna en hann
Spynnur hann frá. Batu, fín Sjá sending. hérna hvað Mutufól gerir. Sendingin Fyrirgefðu. inn í. Kúpa mættur. Fól. Sko, Volker, hann ætlaði að finna Volker þarna. En þetta vil ég sjá. Maður á móti manni reyndi að koma boltanum fyrir og reyndi að setja reyna á vörnina hjá Ólsörun. Þegar þeir hafa litið núna út eins og einhverju heimsmeistari hérna fyrstu 35 mínúturna. Já, það er að Við þurfum að koma boltanum í gert á teig þannig. og fylla bóksið af mönnum. Sjá hvað þeir geta. Hérna byrjar Eyjólf. Hann er svo sem alveg hægt að dásta honum líka. Hann er að vinna 3-0 og hann gefur ekki tómi eftir. Hérna leysir hann bara Kúpat úr þessari stöðu. Setur hann hátt upp í staðinn fyrir að vera að missa hann á sínum vallalemmingi. Og þeir endurskipuleggja sig. Þetta er stórhættuleg sending. Það er eins og að segja að nonni er að kalla á hann og segja hann má horfa upp. Það er allt í lagi að leysa boltan upp hérna upp í kantinn. Já. Og láta setja Papo og Dittu í eldingarleikaðan upp. Og vestafallið þá getum við fengið Ingas bara ólega á vellinum og Guðmundur Reynir ætlaði að stinga boltanum hérna. Heldur honum. það var ekki brjóta haldu. Kemur boltanum fyrir. Þetta var Daði grípur vel unnið hjá Jackson Möller þarna á fjárstökinni. Mér fannst Alfreð svífa þarna skuggalega hátt og var að fara að setja stangan hann í netið. Fígúra. Volker. Nú viljum við fá út í breiddina hérna boltan. Dittu. Við erum að reyna að finna Pape hérna. Hann hefur lítið getað beitt sér. Dittu þarf að hafa mikið fyrir þessu. Hann þarf að fara mjög langt niður til að sækja boltan. Við viljum að hann væri að fá freka boltan hérna aðeins ofar á vallarhelmingi Ólsarana. Já, eins og í síðasta heimaleik. Hann sprengdi oft þar. Hann getur sprengt upp sko ef hann vill. Það er spurning hvað er til á tanknum hjá hann. Fól potar þessum út af fljótar taka innkasti. Þeir eru snöggir öllu sko. Alfreð Már. Þetta er Alfreð. Vel gert. Ég segi ekki. Stýrir boltanum út af. Daði músparkið. Fín spilna hjá honum. Papp fara upp í þetta á móti Lúpa. Volker er í góðri ágæti stöðu, sjá hvað hann gerir við þetta. Batu upp. Þetta er of mikið. Ja, það er þó allavega ennþá kraftur ykkur. Við erum ekkert að leggjast í grasið. Þetta er alltaf tilviljunargjaldur sóknarleikur. Þetta er mútu fól. Já, allt í lagi að reyna þetta. Já. Farðu upp kantinn og anda á hvort þú náir ykkur. Fáur hotn eða fyrirgjöf. Liberato sparkar út á Da Silva. Elmar, vel gert í Elmari. Da Silva skiptir hérna yfir. Sjá Elvar hraðan á Alfreð. Hleypur hérna fram með hann. Þeir af Sigurður í hotn. Sko uppáhaldsleikmaður okkar Alexander Jackson Möller, hann er ekki alveg... Nei, hann er ekki alveg að finna sig. Ekki alveg að finna sig. Ég hefði fyrir þennan leik sagt að þetta var einn af betri varnarmönnum deildarinnar. Já, Alfreð Már hefur verið með áætlunarverið þegar hann fær stöðuna 1-1 á hann. Da Silva. Nú skulum við fylgjast með tekníkunni í það. Vel gert Jóndó. Þarna er Fígúra með tókið til dæmis. Mér finnst hann ekki láta hann hafa neitt fyrir.
Innkast. Emi Tokara kemur að taka það. Hann hendi greinilega þokkalega langt, allir Þessi bakka. kontrað, Já, Gunnlaugur, nei, gefur á Björn, fær hann blötuður aftur. okkur, hann vill taka fyrirgjöfuna frekar. Uss! Tókic, hann elskar bakvaldspyrnur. Dittu, Boltinn fram. sjá hvernig Kúpall leysir úr þessu. Ég yrði bara drullu hræddur að hitta þennan Admir Kubat. Hann er alveg svakalegur. Og traustur í vörninni, það er alveg... Þetta er ekki bara, þetta Þetta er fallegu fótbolti. vel Da Silva spilað hjá Gunnlaugi og Tókic. nálgast einn, kemur inn, tekið niður. Þetta er Þetta er víti. klaufalegt. Þvílíkt Hann er og komin á annað. rassinn áður en að maðurinn gerir gafnreyfingu, sko. Hann er búinn að henda sér á rassinn. Talendum að falla í gildru. Já, svo Æ, æ, æ. fólk að tala um að þetta sé ódýrt, en Elmar Atli er bara Já, að þetta er- bjóða upp á þetta ég með veit að það. henda sér á rassinn. Ekki henda þér á rassinn í teiknum. Statti lappirnar. Tókic getur náðu sér í þrennu hérna í fyrraáleik. Tókic getur sett renna og nú setjum við, ef að segja þetta að verja þetta. eða? Ég ætla að segja það. Það er þetta Hvað hot? hægri. Hægri yfir Daða. Hægra hodnið hans Daða. Hægra hodnið. Ágúst Æ, æ. tók markinu Guðjón. Jæja, 0-4. 0-4, 42 minnur liðnar. Nú þarf eitthvað til að rífa kjátstrákana, láta aðeins peppa sig upp hérna. Það þýðir ekki að hætta. Ég vil sjá liðið á hálfleik, fara inn, tala saman, peppa sig almennilega upp og koma út og spila almennilegan hálfleik. Já. Segja bara, heyrðu, við ætlum að taka hérna 0-0 bara Já. eftir hálfleik. Við erum mögulega búin að tapa þessu leik. Kannski gerist eitthvað ef við stígum á bensinkjöfuna. Já, já. En bara koma og gefa þeim almennilegan leik. Og gera það sérstaklega fyrir okkur hérna heima. Þetta er, þú veist, Þetta er við svo- þurfum að því að halda. Þetta er eins og æfingarleikur fyrir Ólsarana. Þetta er bara oft á tíðum menn á móti krökkum, sko. Allar móttökur, allt svona uppspil. Fyrirgjafir, hreyfingar, tal. Það er alveg sem að hvað maður Hvað er sem að tekur niður hérna. tekur niður, sko. Kemur skiptingin hérna yfir. Hann þarf að fara á touchið á honum, þannig tekur við honum hana. Allt í lagi, hann fær hjálp frá Mútufól. Sendingin. Frábær sending. Ég er nú ekki viss um að hann hafi ætlað að gera þetta samt, en Þetta var rosalega flott. Þetta kom vel út. Munaði litlu. Hann nánast gerði þetta blindandi eftir að vera búinn að taka 5 snertingar á boltan En þarna sjáum við með hvað bakið í markið. Mamadou Faye er svakalega einmanna þarna frammi. Hann hefur bara ekki fengið nokkuð skapaðan hlut úr að býta. Sjáu þannig að Tókic, hann planta sig bara á Elmari og það er eins og öllum mismatch. Það bara skallar hann upp í hornið og þeir eru konur í stöðu til að gefa fyrir. Hrvoje Tókic, þetta er frábær knattspyrnumaður. Og líka sko þeir hafa, maður sjá hvernig hann stendur. Elmar, léleg hreinsun, Björn Pálsson, Tókic, fer að snúa, Alfreð, nær fyrirgjöfur. Flott fyrirgjöf. Það er algjör nauðavörð hérna núna. Mínútu eftir, fyrir alveg kannski 2. Nikolás að meiddist. Fór út að ég ætla nú að vona að það sé ekki mikið. Við erum leik á þriðjudaginn. Við megum nú ekki við því. Batu, Hérna vantar að horfa að Fal, Dittu, þeir eru búin að skipta um kant, Dittu og Vol. sendingi hérna Þetta er- yfir. Ja, gekk upp. Öryggi sem geislar aðeins líka. Öryggi. Það hafa komið nokkru spilgjaflar, kannski maður sá það ekki í fyrstu mínútnar því að við vorum að gefa þeim mörg sko, það hafa komið spilgjaflar hjá þeim þar sem þeir láta finna Tókic í lappirnar að Gunnlaugur Lyn sem battar rætt tilbaka og þeir setja boltan upp kantinn og þeir eru konur í góða stöðu til að gefa fyrir.
kemur svona hratt spil inn á köflum hjá vingunum. En ég Þetta er myndist hrikalega vel á Gunnlaug Hlyn hérna. Já, hann er Þetta er búinn að svo- vera frábær í þessu leik. Þetta er svo auðvelt hjá honum. Allt bara gert í einni snertingu, bara hvernig hann tekur við boltanum. Allir á hreyfingu. Hver einasti maður. Fyrir hálfleikur búinn uppbótartími. Lítur á klukkuna, það er ábyggilega ekki nema bara nokkra sekúndur. Hann flautar þetta strax, ætlaði ekki. Já, þetta er ágætt. Batu. Sendingin. Hann er að eiga við 2 þannig að leikum. Já. Hann þarf að snúa 2 á sér þegar hann er að snúa við. Og þeir vita upp að hár hvað Fæ gerir þegar hann er komin 1-1. Þeir Við skilja þurfum neitt að finna Fæ betur bara í lappirnar. Já, Koma með hlaup það síðan í kringum hann. Svona, hann er góður í þessu. Sett hann, ég held við værum að sjónarhóttinu var að bleikja þetta var næstu búinn að missa boltana Kristján Martínez. Liberato var örugglega með Það er þetta Liberato allan tímann. sig. Þetta er rangstæðar hérna. Já. Kemur smitnaðan og svo er kaffi. Nei, Nei. Til hvers? Helgi Mikael Jónasson. Hann er búinn að vera fín. Hann er búinn að Ekkert fínni við hann að hérna. sakast. Hann gerir okkur greið og flauta til hálfleiks. Já, tippása. Ég ætlaði nú að spyrja hvað þú hefur að segja í hálfleika. Við erum auðvitað búin að fara yfir flest allt. Auðvitað, það sem kemur fyrir okkur er það að menn komið að berja sér saman í þessum hálfleik og eins og þú segir, komið hérna með 0-0, setna hálfleiki og kláran leik með sóma Já. og byggja svo upp fyrir leikin á þriðjudaginn. Já. Það er, held ég að sé algjörlega lykilatriði. Ekki að enda þetta á einhverjum slæmu nótum og mórallinn dettur niður á næstu 2 dögum og svo mætum við í útileik á þriðjudaginn. Nei, eins og segið, þetta er ekki búið. Staðan er Nei, alls ekki búið. Það eru 5-6 leikir eftir þennan leik. Þannig að það er nóg að stigum eftir í botninum. Við höfum nú eftir að renna í byrjun seinni byrju að renna yfir úrslitin í hálfleik eins og þau eru. Já, eins og þau eru núna. Það eru allir leikinni spilar á sama tíma. Við ætlum að fá okkur kaffibolla og svo komum við tilbaka eftir nokkra mínútur og þá förum við yfir stöðuna eins og hún er. Við þakkum fyrir. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti. Krakkar! Hann er 19 í dag. Með nýju endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.
be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Segjum fyrir eitthvað frá því eftir. Jæja, við erum að gera okkur líklegan í seinni hálfleikinn. Hér á vinstri hlið er hinn geðþekki indæli Ívar Pétursson sem að sér öll tæknimál, veit hvað allir nota númer á skóm, hvar er heima. Það er alveg ótrúlega hvað hann veit. Ég er hérna með skemmtilega móla. Það er hérna þegar liðin voru að mætast í þriðjudeildinni 2003. Þegar að uppgangur Víkings hófst þá upp úr þriðjudeildinni og við tókum okkur nokkur árið þriðjudeildinni og fórum upp 2006. En í þeim leik 2003 og þá mættust frændur Halldór Ingi Skarphéðinsson markmaðurinn okkar og Tryggvi Hafsteinsson leikmaður Ólafsvíkinga. Þeir eru frændur, afar þeir eru bræður. Og afi og amma hans Halldórs Inga þau eru frá Rifi. Og það er Leifur Jónsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir eða Leifur Hafnarvörður. Og hann Halldór Ingi segir að hérna vill koma því til skil að Reynir frá Hellisandi sé aðaliðið á Snæfellsnesi, ekki Víkingur Ólafsvík. Bara svo það verið haldið til haga. Veitu, hvað var Halldór Ingi, 14 ára þá? Ja, hann hefur verið tvítut held ég. Já, eða 14, já. Já, það passar. Herru, breytingar, mér sýnst ekki. Nei, enga allan hjá okkur, við mistum Nikolás út af, hann er með slæma tóknun í aftæðri læri. Og það er leikur á þriðjudaginn, það verður bara komið ljós hvað verður þar. Ég vona það besta. En mér sýnist að það sé engin skipting heldur hjá. Þeir eru farnir að hita upp Víkingarnir allavega. Já. Þeir eru örugglega með við stöðuleiksins þá fara þær að skipta fljótlega og leyfa mönnum að refa sig. Já, mér minnir nefnilega þeir eru leika á þriðjudaginn líka. Ég held ég færi með það rétt. Elmar og Ondo spila saman. Figúra, Ondo. Velur að fara að háa. Það er lítið sem papp getur gert hana. Ég var sittum mitt í stúkunni. Framlengdum bara í snúrunum okkar og kom okkur vel fyrir þess að glæsilegu stúkuinn tónni sitt. Það er líka, hvað gerist, nei, það er líka dotti í blanka lognina. Algjörlega. Það verður oft reynst liðum erfitt sem er að koma að sækja okkur að spila í logni. Þegar þau eru ekki vöðni. Nei, það er alltaf hafa rók hérna hjá öðrum. Sko. Hjá öðrum sko. Já. Ég man nú eftir bikarleikina fyrir 2 árum þegar Vestmannaeyingar komið hérna eina kvöldstund í júní og það var alveg blanka logn og þeir settu boltan upp í loftið en ætluðu að taka með í reikningin einhvern vind en það var ekki. Þannig að sendingin fór eitthvað allt annað. Þetta er ágætis spilreitar hérna. Volker er í ágætis stöðu þeir ná að hægja á honum. Batu, Möller, Dittu. Hann getur hann bara Tókara og Tókara keirir bara upp. Tókits með snýri baki hann. Þetta hefði verið álitleg sókn hjá þeim. Vantaði smá upp á samskipti. Þetta er alveg svakalega góður knattspyrnumaður Emil Tókara. Hann er algjörlega með á hreinu hvenær hann á að fara inn í boltan. Það er alveg. Þannig kemur sendingin frá okkur. Já. Sigurgeir tekur enga séns á þetta. Þeir þurfa að passa sig að þessi völlur, þegar það rignir á hann, það kemur einhver bleita, hann verður svo rosalega laus í sér. Og þeir spóla bara í hliðarskrifunum.
En með Emil Dogara, þú sér mann sem er svona vel gyrtur og veist að hann er í góðu formi. Já, hann er Þetta við er að sjálf ummálið. síði í dag að menn gerir þessi svona. Þetta er bara statement. Já, þetta er alveg rétt. Nú fer ég svona lúmst að horfa á alla aðra, sko, það er allir með skyrtun upp, en ekki Emil Dogara. Allir einhverjum loose feeling, sko. Þessi er algjörlega með á hreinu hvernig á að líta út. Þetta er vel spilað það, það er Vel spilað. fótspunni. Þetta er svona gæi, það er annarkvort maður eða bolti, það verður ekki tvennt fram hjá hann. Ef boltin fer, þá tekur hann mannin, ef maðurinn fer, þá tekur hann boltan. Da Silva fer í spyrnuna og sjálfsögur Kubat mættur hérna. Gunnlaugur Hlynur hérna í miðunni, Ágætis boltinn spyrna. inn í. Ekki sannfærandi en Elmar náði að vera fyrstur í boltan. Sjá hvað Alfred gerir. Hann dæmir á þetta. Mér finnst þetta soft. Láta bara fá hotn eða yngast. Já, þarna hefði ég bara dæmt hotna á þetta. Ef þú ætlar að dæma þetta þá þarf að dæma á ansi margar aukaspyrnur í leik. Da Silva töltir yfir. Það má heyra lognið hérna. Já. Það er allavega að ræða saman með tekníkun þarna. Þeim er ekki alveg sama. Það er nóg eftir líka á móti. Það verður að sjá hvort það breiðist ekki við. Da Silva Kemur fastu bolti fyrir. kom boltanum frá Björn Páls. Hann dæmir hann á Já, rangstað. rángstað. Það er haus þarna. Pétur Markaninn glæsilegi kominn hér. Þetta áttur alls ekki að gera. Hann þrífst aðtekli. Já, ég veit það. Þetta er bara svo bensín fyrir hann. Ég þarf að láta taka myndir á honum. Það snúa myndaðanli. Sveitastjórinn í Súðaukurhrepp. Fyrirsætun á Smáralindinni. Já. Og markaskórur á herði. Markaskorraði herði. Og slökkulismæður. Og slökkviliðsmaður. Þetta er Fyrrverandi skólastjóri. mikið byrði. Þetta er skólastjóri. Listin er endalaus. Rétt 30. Alþingismæður. Fyrrverandi. Alþingismaður. Já, þetta er... Það var aðeins að hugla hvað maður að gera sjálfur. Nei, ég er að lýsa leikina á Jakin TV. Hvað ætlað þú að vera þú orðinn stór? Ég ætla að lýsa leik. Rétt gaman hjá Það er Ívar gaman hérna. bara akkurinn. Fól þarna missi boltan út af. Og við erum eftir á bekknum Santos, Pétur Bjarna og Junior. Sko, mér langar að sjá Junior spila eitthvað. Hann veit ekki hvort það sé eitthvað að honum eða eitthvað, en það er alltaf stuð þegar hann kemur inn á. Og kannski henda Pétri efst á miðuna. Junior er svona svipaður leikmaður og Da Silva. Hann er svakalega snöggur. Já, það gerist alltaf eitthvað þegar hann fær Já. boltan. Sjá hérna, Bæ. sjá þetta er... Pap fær hann hérna á miðjum vallarleiki Vík og hann þarf að snúa og hann þarf að finna úrslitasendinguna og þannig að sóknarleikurinn er nánast enginn á móti nánast engum varnarleik. Sjáðu þetta er alltaf auðvelt. Þarna, Da Silva stendur þetta allt af sér. Kemur boltanum yfir á Alfred Má. Hann sækir á Möller. Kemur hérna hægri. þetta Kemur er fram hjá honum. Boltinn ekki, fyrir. og hann fyrir undir Hrúi Daða. Tókic með 4. markið sitt. Já, hvað Nei, er þriðja- Þetta er Nei. 4. markið. Það er 4. markið. 4. markið hans. Þarna enn og aftur, þegar við erum að tala um engin sóknarleikur og engin varnarleikur. Bæði Da Silva fær að keyra inn á völlinn. Það kemur Alveg ekki- yfir. Kemur ekki miðjumaður að éta hann bara að hjálpa bakverðurum og bara, þarna á bara að slátra manninu. Fyrir ekki orðbræði. En Já. hann fær að senda hann inn út og hann er 1-1 á Jackson Puller sem ég vil sjá gera betur. En hann hendi sér aftur eins og Elmar í fyrirháleik. Henda sér raskandi. Stattu eins lengi og getur. Stattu í lappirnar. Þú Já. gerir ekkert á raskandinu. Þú sást í síðasta leik sem við lýstum þetta hvað Möller var svakalega góður. Hann var hrikalega góður á móti Þrótti. Alveg rosalega. Og ég saknaði þeirra leikmætt núna pínlítið. En
þetta er bara allt of auðvelt. Svo er spurning sko hvað mig skrifa á þjálfarinn þessum efnum sko þegar við sjáum fram á í mótinu að við erum að fá flest mörkin á okkur deildinni. Á hverju við endurskipuleggjum ekki leik okkar og byrjum bara að fara í grunninn og fara í einföld atriðin að gera þau rétt og bara byrja á varnarleiknum. Byrja bara að verjast í leikinn. Fara bara fyrstu leið fram, hár bolti. Kúpat á þetta í loftinu sko. Vörnin. Þetta var ágætis sókn hjá okkur. Þetta var ágætis sókn. Við hefum eitt innkast. Nei. En það er svona ef og hefðu þið átt að á ykkur tímapunkti í þessari deild að pakka bara í vörn og reyna að byrja þar að næli stíginn. En við erum búin að líka vera með alveg ótrúlega mikið af svona miðlungs lélegum leikmönnum hérna. Þetta er sko sumir útlendingar hafa ekki verið nægilega góðir og þeir hafa verið mjög ungir sem hafa verið að koma hérna. Það er eiginlega bara krakkar. Síðan höfum við verið að lenda í alls konar litlu málum sem kannski mennum búin að gleyma þetta. Markmaðurinn okkar meiðist í fyrstu umferð. Já, ég veit það. Við þurfum að sækja ágætan strák til Þýskaland sem er samt ekki nægilega góður. Og hann þarf svo að fara mitt sumarið. Ég í skóla. Þá þurfum við að sækja Pratíko. Það er þriði markmaðurinn kominn. Og síðan náttúrulega sagan endurlega með Nigel Quassi. Það náttúrulega þurfti getur talað um það 2 tíma. Svo kemur Quassi og í fyrsta leiknum sínum 2 guldspjöld rautt út. Já, það er allt og dýrt. Þannig að sjáu Tókitt, hann fær að það eldir hann enginn í bakið, hann fær að gera allt sem hann vill. Þarna strax mættu maður til að negla Papp niður í bakið. Já, og lætur hann finna fyrir sig. Lætur hann finna fyrir sig. Skipti, sko. Sjá hvað er að gera þarna. Þetta er hot, mér sýnst að vera farin. Eyjúb ekki sáttu við þetta. Kúpats lætur hann heyra. Hann er að stjórna þessu leik hérna, algjörlega. Ég var ekki búinn að sjá hann að Kúpat spila, sko. Lúpa hefur nú oftast alltaf verið aðalmaðurinn í vörðinu, menn Kúpat er ekki minni maður. Nei, alls ekki. Þetta er algjört naut og hann er snöggur, sterkur. Góður spilari. Sjá hvað við gerum þessu hotspinnu, Volker með hotnið, Sigurgeir. Þarna hefði hann mátt liggja. Þetta leit kannski betur út hérna hjá okkur, Já. sko. Hann er kannski var lengra frá heldur en okkur sýndist. En við erum að tala um Sigurgeir, hann stekkur kannski 10 cm. Þetta var helviti vel gert hjá hann. Hérna sjáum við, enda sóknina. Það fáum við ekki hraðablöp í bæki. Sjáðu, hann er bara komin í vandræði þennan Bandu. Ja, leysir þetta. Þeir koma svona hægt og rólega upp að okkur. Mótufól leysir þetta. Svo verður að koma eitthvað út úr þessu. Þeir eru svo fljótir að fara í alla leið. Þetta er bara, að sjá, menn oft líka ekki að velja rétta sendingarmöguleikann. Það vilja sjá Daða snöggan að koma með hann og Möller að það kannski verið 50-50 sending. Já, Alfreð Már er svo snöggur. Þetta er svo sem allt í lagi sko, en við erum að tapa 5-0. Þannig að, þú veist, það er fínt að halda boltana, þá ætlar hann að fara ekki markaðið með hann. En svo er spurning þegar þú ætlar að gera eitthvað. En þeir bíða bara eftir fyrstu mistökunum. Þeir bíða bara eftir okkur sko. Þetta er ágætið spil sko. Hérna þið vilja fá skiptingu, hann velur einfaldan. Svo spurning, hann leitaði tilbaka alltaf, Elmar. Alltaf tilbaka. Þannig að sem svo sjáum við núna víkingarna núna, þeir eru komin allir bak úr boltan. Áðan vorum við í stöðu, þegar Papp fekk boltan, þá vorum við í stöðu til að keyra á. Leitum tilbaka, þá voru víkingarnir komin aftur bak úr boltan. Já, og það er bara einn. En þetta er eitthvað ágætis. Það var ágætis spil hjá þeim. Elmar mista. Vel gert hjá Liberato þarna. Það rendi sér í þennan. Það virðist vera alveg ágætur þarna milli stangana. Já. Sigurgeir og Tókitt, Sigurgeir á þetta. Miðjan lengi að skila sér. Figur að reyna að taka niður. Turucci að kemst bara fyrir hann og tekur á hann boltan. Sko ég vil bara fá skiptingar hjá báðulegum. Fá okkur nýja mennin inn. Já,
Það er alltof auðveld. Nei. Nei, þetta var ekki Ekkert á neitt. þetta. Da Silva hefði getað gert Bara- betur. Hann fekk þetta. Missi boltan frá sér og Ondo ætlar að koma í veg fyrir þetta. Missi samt boltan. Da Silva komin einn í gegn. ertu Herru. búinn? Þessi var góður. Þetta var góð spurning á þjálfarunum. Eyjúb, ertu búinn? Það kemur skiptingin tvöföld hjá Víkingum. Kristófer Eggertsson að koma inn á Kristófer Eggertsson. og Örugglega Gorka held ég að sé Bernardos, já. Káringur. Svo Spánverinn er að koma inn á. Hann er örugglega búinn að fá einhverja mínútur ykkur en ég hef ekki séð hann spila. Gorka Bernardos. Daði. Já, reynsa bara strax. Spilum hann bara tilbaka í rólutunum. Fær einn í pressunni. Herri. Þarna. Nei. Eyjúb er ekki ánægð með þetta. Ég get lofaði því. Þarna, sjáðu, út. Flott. Hvað ætlar að gera svo? Þarna hefði ég haldið að hann hefði bara tekið næsta skrefið og Já, ég er hægt Enga að sakast skipting. mann sem er ekkert verið að spila en nei. ég veit það ekki. En þarna á náttúrulega bara að taka á einn og einn. Þú veist, farið í skotið, það farið einn og einn á mannin og hann... Gunnlaugur Hlynur Birgisson að koma út af, þú standa sér vel hérna. Ég Inn er á búinn fyrir að hans hrifna stað, af þessu strák. kemur Gorka Bernardor. Og hver er annar? Hætta Silva Da Silva kemur út af. og Kristófer Eggertsson, já. Setur Kristófer á kantinn. Nei, Gorka verið á... Gorka góðan á vinstri. Við erum komið í vallavörðin hérna hjá okkur. Hann er að fylgjast með. Da Silva kemur út af. Hann er Kristófer búinn inn á. að hann stóð sér vel hér í þessum leik. Sjá hvað er að... Ferska fætur. Já, þetta er bara kantur og fremstur á miði. Vel gert. Þetta gerir bútið fóla gullega. Gott svo með hann Þetta fyrir. er boltanum. Þetta er ágætt. Þæ. Gott honum. Elmar með fyrirgjöfuna. Þetta er lausbolti. Þetta er... Jæja, fígúra. Inn á Fæ. Inn á Fæ. Móta kannski fígúra. Elmar gerir vel þarna í að spila strax. Skot. Vanlega hefði ég verið að vonda þessu skoti, en þetta Já. er bara allt í lagi. Bara að ógna... Já, fín pressa. Heyrði hann að bolta hérna. Flott. Flott Strax búinn að vinna hann aftur. Elmar. Koma, bara hérna þurfum að leysa leikina þessu upp í smá hlaup og fæt og baróttu. Möller. Þetta er vel gert. Vel gert. Þetta er örugglega... Hann ætlar hann að vera að hafa öll tök á leiknum en ég held að samkvæmt bókinu þá er þetta bara guldspjald. Já. Hann ætlar ekki Því að að gera hann það. lendir fyrir aftan Batu kemst ráð fyrir hann. Ef þú sækir svona aftan á mann með lappinu þeirra þá á það að vera guldspjald. Helgi Mikael Jónasson. Fínn í hérna í fyrirháleik. Ungur dómari. Við fáum aukaspyrnu á Hellustad. Það var ágætt spil. Aðstofdómarinn hérna flottustu klippinguna í deildinni. Þetta hann þarf að drífa yfir fyrsta mann þarna. Dæmir á þetta. Gaman að pása svona eftir brotin og hlusta hvað stúkan segir. Já. Og koma svo með dómi. Það er nefnilega alltaf margir góði dómarar í stúkunum alltaf. Jú, hann er svo sem allir geta dæmt á þetta. En eins og stúkan segir, þá beina hann sér niður. Já. Sigurgeir og Tókic. Gorka er fremstur á miðju síðan mér og Kristófer góðan á kantinn á vinstra megin. Pínu líf komið í strákana.
Þeir taka okkur eins og þarna og Guðmundur reynir mættur bara fyrsta touchinu á Mutufal og tekur á hann boltan. Það ekki Tomma gefin eftir. Vilju ekki bara fara að sjá Pétur Bjarnason inn á hjá okkur? Jú, ég held að. Hrista hans upp í þessu. Þetta fín skipting að Siggi Kristófer þarna. Guðmundur og Kristófer á móti Mutufal og Elmari. Svo reynir að koma boltanum fyrir. Þeir eru búin að fylla boxi af er með svo núta. Æ, Nei, þetta er erfitt. Batu hérna harðaspretti. Liberato. Elmar lyftur honum. Akubat og Kenan Turtuja. Kenan Turutja. Turtjá. Það búið að slitna svolítið á þessu núna. Hann Kemur fyrsta spjaldi í leiknum. Þetta Batu. Mér fannst þetta að vera frekar saklaust. Hann öskrar bara svo mikið. Jæja, fyrsta spjaldi komið. Það hefði mátt vera að koma fyrir í leiknum. Batu með guldspjald. Jón Hálfdán er að reyna að benda dómarunum réttilega á þetta. Já. Það er ekki lína í þessu. En þetta er svo minnst á okkar vandamálum dag, það er dómarinn. En þess að segja, það eru sendir ungi dómar hérna, þeir þurfa reynslu. Já, já. Þeir gera mistök eins og leikmenn. Og það er ekki þeirra þessi 5 mörk. Við höfum ekki gleyma því. Það er frekar okkar. þeim að kenna. Elmar spilar út, þetta er ágætt spil. Vel gert. Sjá, við þurfum að spila leika tilbaka. Olsson er komin bak við boltan. Svona átt að vera, Papp fá hann lappinnar. Aja. Svona, þetta er vel spilað. Við viljum sjá Dittu fara bara 1 og 1 á hann. Og finna skot. Hann er rangstæður. Ég tók ekki eftir því, aja. Ég var rónum spenntur. Ég horfði bara Dittu, ég verði ekkert að horfa Ég var yfir. rónum spenntur, hann bara að gera eitthvað. Liberato fljótur að taka þetta. Sjá, það er nú ekki búið að fara mikið fyrir. Þetta hefði verið stórkostleg sending á honum. Ég held að hann hefði verið að senda hann frekar heldur að reyna að tjekka sjálfur í skot, sko. Þetta var rosalega vel gert Ég hjá held að honum. hann hefði verið að reyna að senda hann. Sá er með svakalega leik hérna, Tókic. Þetta hefði ekki farið mikið fyrir Tókic núna. Nei. En hann er alltaf á grensunni. Liggur alveg í línunni. Líka búin að vera frekar rólegur, sem 4 mörk. Spyrna fyrir. Volker með þetta burt. Dokora. Hann ætlaði að rífa netið þarna. Ég hefði haldið að þetta væri rangstæða en boltið fyrir út af. Já.
68 mínútur liðnar að leiknum. Daði með góða spyrnu. Papp vinnur, ég hefði, Já, ég datt á þetta ég nenni þessu ekki, ég nenni ekki að fara út í einstök brot. Þetta er Guðmundur Reynir, Kristófer, Guðmundur, tjekkar. Helt trítla hérna bara í Þetta er Róðdón. svona, varnarvinnan okkar er unnið svona til háls. Hann er mútið fól alveg í Guðmundur Reynir og á bara að klára hann og taka boltan á hann. En fyrst að Guðmundur Reynir er að hörfa frá markinu og þá lefur hann það. Þetta er snirtilegt hjá þeim. Alfred. Góða boltanum í hotn. Seinni hálfleikurinn hálfnaður. Nú myndi ég vilja fá Pétur Bjarnar inn á. Svo náttúrulega er ekki Grótta Fram að spila. Jú. Hann geti kannski best fyrir okkur að hann fari í jafntefli. Hvað gerir Möller? Þetta er fín sending á honum. Dittu kemur hérna á. Þetta er orðið erfið sending núna. Nei. Björn reddar þessu. Þetta var hrikalega vel unnið á Birni. Alveg svakalega. Því að vinkillin var að lokast fyrir Pappa að senda þessa sendingu. Hún hefði þurft að vera hárun nákvæm. Og þessi strákur, þú ert ekki búin að nefna hann oft hérna í leiknum. Hann er límið hérna. Hann heldur miðunni saman hérna. Akkirið á miðunni. Hotspinna, er þetta ekki fyrsta hotspinna okkar? Sveið mig þá. Dittu með sendingur, já. Mark. Dæmir ekkert. Já. Ég sá þetta ekki alveg. Er þetta Ondo eða? Mér sýndist þetta að vera Ondo. Hann var hvað markæsti maður okkar eða? Já. Ísfirðingurinn Loik Ondo. 1-5. 1-5, tökum það. Kannski rennir hatt yfir. Já. Var þetta Papp? Var þetta Papp? Við bara hreinlega sáum þetta ekki. Við mistum þessu marki. Við sáum skallan. Ég held þetta var Ondo. Báða staðfest. Papp eða Ondo, það? Papp. Við fengum mark hérna. Fín hotspinna, vel gert. 1-5, það kom í lífi. Ef ég þekki Víking Ólafsvík rétt og liðinans Eyjólfs, þá hefði hann gert meira úr þessu Hann er þessu rosalega rólegur. hugsanlega broti á markmann. Hann hefði sennilega trillst eða staðið verið 0-0 eða við að vinna. Sko bókstaflega sturlast. En hann lætur að eiga sig núna í 5-1 stöðu. Hann er að elda skallið. Já, hann er alveg pollarólegur. Hann er bara hérna sitandi. Ég sá þetta ekki almennilega. Ég sá markmanni kvenka sig eitthvað. En það er svo spurning bara hvort hann hefði ekki bara átt að gera betur. Hann hefur hlupið á okkar mann. Dittu. Möller. Svolítið vill klappa boltanum að Dittu. Já. Kemur pressa strax á Emil. Já. Fær hann áttur. Sending inn í. Það er víti. Hann er rangstæður. Andskotinn, mann. Þetta var rosalega vel gert. Eyjúb er ekki ánægður með liðið sitt, en þegar við fáum að leika knettinum hérna frá vinstri til hægri, síðan kemur þessi fína stungusending á Papp sem fellur og við sjáum það ekki, við snúum að hefði þetta verið vítaspyrna þá þetta sennilega verið rautt spjald á Liberato. Ég er ekki að segja að við værum konum með leik þá, en við erum konum með aðeins meiri spennu. Á móti kemur Notum tækifæri, hvernig er staðan í hinleikjunum? Já, heyrðu. Spurning hvort Daði hafi meiðst hana. Úps.
Þetta var hart. Þetta var Þór Hákon var að gera 0 jafntefli, sáleikur var búinn. Þróttur Reykjavík 2-0 yfir á Grindavík með 1-5 hérna, 0-0 Grótta fram. Haukar að vinna Fjarðabyggð 1-0 og KR að vinna Selfoss 3-0. Já, þannig að Grótta fram, það væri draumaleikurinn að væri fyrir 0-0. Já, ég er að gæla við það að það myndi henda okkur best. Daði harkar þetta sér. Já, eða einfallega bara sigur hjá fram. Það var ágætt. Dittu komin á siglingunni þetta. Fækkar möguleikunum hérna. Velur hann hennan kost. Ég sé að þeir eru ekki að drífa sig. Víkingarnir að fara beint upp völlin og koma sér í færi. En svo kemur hentar okkur ágætlega. Þeir vil ekki halda boltanum og sparka hann frá sér. Eðuberlið Pollarólur, allt í lagi. Þetta er staðan bara 1-5. Korter eftir þessum leik. Nei, hann er ekki í lagi, hann Daði. Spilaði. Nei, hann er að kvenka sig eftir þessu spilnu. Hókar, Dittu. Hann er sterkur í þessu, Dittu. Þarna vantar að tala saman. Sko, Mótufal hefði bara getað snúið og skotið. Hann var með það mikinn tíma, hann hefði ekki þurft að senda þessa sendingu. Elmar. Snýr figúra af, nú skulum við sjá Daða, hann tekur þetta bara. Nei, hann er meiddur. Dæmir ekkert. Nú langar mig að kalla henni vellina, ég verður að sitja á mig. Ég er ekki alveg nógu kátur með Daða, hann er meiddur sko. Það sér bara hvernig hann stingur við þegar hann bakkar. Ég sé nú praktíkó ekki neinstæðir hérna. Innkastið. Já. Við komum að bakka á Elmar og Mótufal. Þarna beið Tókits alveg eins og gammur með boltanum. Þetta á að vera brot á Tókits. Nei, jó. Það var hann að lifa sér alltaf mikið inn í þetta. Það virðist verið í lagi með hann. allt í lagi. Fín spyrna hjá honum. Þetta er línan hjá honum. Þetta er bara línan. Hann dæmir ekki þarna á Olsarana. Við erum ekki búin að fá aukaspyrnu fyrir þetta. Allan leikinn. Og núna á alltaf að vera brjálað þegar við brjótum ekki. Það er góður. Fer bara til hans, hætti þessu. Kissar hann á bóttið. Hann er bara að segja hann að það er ekki, hann græði ekkert á því að fræsa sig eitthvað. Hann var eiga það en Helgi í dómari, hann er ekkert búinn að falla í eina svakalega grífi með þessu. Nei, ég gef honum plús þarna, allan að halda sömu línu. Við vorum búin að heimalið var búið að væli yfir þessu áðan. Já. Yfir dómgæslunni, þannig að þeir geta ekki kannski sagt mikið núna, hann er að halda þessu. En Kubota er fullorðinn maður, það er bara game on. Þriðja síðast skiptingi og Víkinga koma. Það sýnist að vera Fannar Hilmarsson. En er engin. Jú, Pétur Bjarnar er að klæða sig úr. Þeir reyna að spila hérna út úr pressunum sem Víkingarnir setja á okkur, hann kemur boltinn upp. Dóka er búinn að vera alveg svo klettur hann í bakverðinu. Guðmundur reynir
Liggur þarna eftir. Einhvern eftir. Þá kemur skipting hjá báðum. Báðum. Fannar Hilmarsson og Pétur Bjarnason að koma inn á. Tókits út af Walker. og Volker út af. Já. Junior líka. Junior næstur þá inn á eftir. Þá er skiptingarnir búnar. Ég myndi nú aðtuga með Daðan í eði í síðustu skiptingunni. Við erum bara búin með 2 eða ekki? Jú. Já. Bestu maður leiksins komin á bekkinn. Bólvíkingurinn Tókic og bólvíkingurinn Pétur Bjarna. Pétur Bjarna komin inn á hjá okkur. Junior gerir sig kláran. Junior ber nafn með rentu. Það þurfti að fara í barnadeild til þess að kaupa úlspáðan. Hann er lítill en hann er öflugur. Tíu mínútur eftir núna, þetta er svolítið búið að detta mikið niður hérna. Já. Víkingarnir er alltaf ekki að eyða miklu púður í þennan leik. Það Papp, fýtbolti. Sjá hvað Dittu ætlar hann að... Ég vil sjá Dittu, ég vil sjá hann gera eitthvað sjálfur. Já, ég er alveg saman því. Hann er það fljótur. Ég vil láta hann reyna á Emir Dogara. Þannig að heldur línu en séu ekki bakkaði svo. Fannar hefur bara komið í frammeirastöðuna. Sjá Dittu bara fara 1 og 1. Láta reyna á Emir Dogara í bakkurinn. Pétur skilur þess á sér, Mútufól, leggur hann á... Hvern tekur hann út af? Hann tekið Batu út af. Kemur hrikaleg sending frá Batu og sjá hvernig Batu var ekki á því að fara að vinna þetta aftur. Jæja, þetta slapp. Komum svo, Dittu kemur hérna upp vinstri. Láttu, það verður brotið á þeir eða eitthvað. Jæja, þetta er ágætis varnarleikur hjá Lúpa. Þannig að sjá, hann stendur í lappinu allan tíma. Ekki að henda sér raskandi. Skiptir á Pétur. Nú þurfa... Gorka. Þetta er á stað. Sendingu. Já, hann er með það hennur línurinn. Hann er alls ekki að taka... Skipting. Dittu út af. Tekur Dittu út af, ok. Ég held að Batu færi, ég syns Batu vera bara búinn. Já. Það er spurning, ætlum við eigum nokkuð til að sitja á miðuna í staðinn? Nei. Dos Santos. Junior kemur hérna. Hæti maðurinn. Ég ætla hann að hætta að töglast á sig þjóðunum og skora á þessa sjálfskipu íþróttafréttamenn að þeir sé nenni að fjalla þá leikinn sjálfan eftir leik en ekki hvað spiluðu margir frá hvaða þjóðurnum. Já, ég veist að aldrei skipta nokkuð einasta máli. Ég er búinn að segja þetta á löngum ferli að þú setur á því treyjuna þá ertu liðsmaður. En við viljum ekki að sé að ræða svona þegar að Íslendingarnar okkar er að spila í Noregi eða á Englandi eða hvað sem það er. Hvað gerir Junior hérna? Batu. Fæ. Hann er á lengi að skila boltanum að sér þarna. Junior. Jackson Möller setti lappirnar á Papp, þetta er flott. Það var að tala við hann líka, hvernig hann ást... Fæ. Hann þarf að leita yfir á vinstri. Sendingin þarna. Þetta er ágætissókn. Ágætissókn. Það er fínt að sjá að þeir eru ekkert búin að gefast upp hérna. Það er meginmáli. Möller. Pétur. Pétur kemur hérna. Ja. Sendingi fyrir. Hún er slök. Björn.
Batu tilbaka á Ondo. Sleppur. Svo sem ekki borið mikið á Spánverðan sem kom inn á. Hann kannski Nei. ekki góður leikmaður og tók ít sem frammi. Það samt skemmtileg staðreynd sem ekki margir að spá í að býja í Bolungarvíkur liði þó að sé mikið erlendur leikmönnum að þá það í öðru eða þriðja seti yfir það lið sem búið að tefla fram flestum uppöllnum leikmönnum eða 11 talsins. Og það haukaliði sem státar sig af flestum. Og mér minnir það hefur verið tekið saman að það hefur verið 21 leikmaður. Sem náttúrulega bara frábært. Já, við skulum líka ekki gleyma stærða hlutvöllum á svæðunum. Já, já. Þannig að ef við tökum eins og Íslendingar alltaf með höfðatölu. Höfðatölu. Þá notum við að vera með vinninginn. Þá erum við vinninginn. En númer 1, 2 og 3, þá skiptir ekki máli með þetta. Þú ert að búa til lið og fólk vil spila og þá finnst mér ekki skipta einu máli hvaðan þú kemur. Punktur. Þetta gerir Papp gerir ágætlega. Hann hendur sér raskætti og Heldur Papp kom boltanum. fram á honum. Þetta er hrikalega erfitt fyrir hann að vera einna. Batu gerir vel. Batu búinn að standa sig fínt hérna. Gorka þarna að reyna að ná boltanum á honum. Komin einhver innlögn hérna. Já, smá. Enda er leikurinn að vera búinn sko. Já. Þetta er yfirleitt þannig að þetta helst alltaf meðan að leikurinn er. Svo Já. fara fólk bara heim og horfa á sjónvarpið sko. Já. Það er þannig á þetta að vera. Þannig að það segir sig eiginlega sjálft að Suðurnesjamenn er alltaf að horfa á sjónvarpið. Já. Já, já. Daði. Hann reddar þessu. Það er samt eitt sko með Víking Ólafsvík það er frábær klúbbur, það er eitt sem þeim vantar. Þeir eru með frábæran völl og frábært fólk í kringum liði, en þeir eru ekki byrjaðir að sína frá leikjunum sínum. Nei, það er alveg rétt. Junior, þetta var vel gert. Þetta var fínt hjá þeim. Dókar er búinn að vera frábær í bakvörðunum. Nei, Hann rángstæð. er að flagga á þetta. Þetta hefur verið hrikalega tæft alltaf. Mér fannst Dókar alltaf vera fyrir framan hann. En þessi línuvörinn, hann er í bestu aðstöðu til að sjá þetta. En þú klárar ekki, þeim vantar sjónvarpið. Það er að fara að sína frá heimaleikjunum. Já, Aha. þetta er alveg rétt. Svona Við erum frábær klúbbur. Við erum búin að vera að sína frá íþróttunum núna í 9 ár, síðan 2006 og þetta er ekki flókið. Þú hefur séð það. Þetta er Þetta ekki verður flókið. örugglega eitthvað verið skoðað hjá þeim. Ég trúi ekki öðru. Og Það er mikill metnaður þarna að það hefur örugglega verið skoðað. Það er örugglega eitthvað stað stoppar þetta á einhverju tæknilegu máli. ef einhverju vilja fá upplýsingar þetta frekar, þá erum við miklu meiri fúsir til að vera í samstarfi. Segja fólki hvað það er að gera. Jakin TV. Frábær tæknimaður og sjónvarpsstjóri hér, Jakob Einn Ólafsson, sem er heilinn á baku þetta ásamt Sturlu Stigsinni. Ég ætla að segja að hann var að fara inn. Jæja. 1-5. En þetta er það sem að gera þetta svo glæsilegt. Þetta minnkar allt umhverfið þegar við getum fyllt liðunum okkar í gegnum netið. Þegar við höfum ekki tækifæri að ferðast fleiri 100 kilometra. Þetta er bara framtíðin. Ekki framtíðin, þetta er bara dagurinn dag, þetta snýst þetta. Já. Svo við talum ekki tekjumöguleikana sem að koma úr þessari framtíð. Pétur má alveg tala við hann þarna, taka bara boltan niður. Vel gert hjá Daða. Ingast, þetta er að lognast út af hér, það er 3 mínútur eftir. Við erum að sofna hérna. Ég er líka dást að ferðamátan hjá strákunum, þetta er... Já, komið þér á þessu? Já, víst, þetta er eðal vagn. Það er ýmislegt sem maður getur leikt hugan að þegar allt er á svona rólegt innan á vellinum.
Ísborgin í Höfn og Vel gert hjá Elmari. Hondo Hondo ákveður að hleypa smá lífi í þetta. Figúra, nú þarf að koma skipting. Finnur Batu, hann þarf að tengja hérna áfram. Ég vil ekki að Figúra koma með hann og Jackson Möller. Pétur er að koma með fín hlaup hann að bak vörnina. Leita tilbaka. Elmar, núna ætlaði bara að... Þetta fínn bolti, hann finnur hann lausan. Papp, þeir þurfa að tala við hann. Batu. Þetta er léleg sending og ekkert annað. Hann fær hotni. Og hvað gerir síðast þegar við fengum hotn? Ég held að Batu sé bara algjörlega búinn. Býtuðu að þarna Hann er búinn að því. Lúpa. Lúpa, ætla hann hafi... Ég gæti ekki séð að það væri ykkur í kringum hann. Nei, er þetta ekki bara krampi eitthvað? Mér sýnast allir vera þokkalega sátti bara. Höfðinginn sjálfur, Antonio Maria Ferra og Grave. Það er ekkert Við köllum hann vantilega Olsara, hann er búinn að vera það lengi að það. Antonio Maria Ferra og Grave. Sjúkraþjálfari. Sjúkraþjálfari. Og markirinn hans hinum einn heitir Tómas Emil Guðmundsson. Frá Ekki Danmörku. síðri snillingur þar. Junior átaka hotspyrnu. Við skorum úr síðustu hotspyrnu og Tómas Lúpa þarf að vera utan vallar. Þannig að líkunar eru talsvist meiri að myndu skora úr þessu hotni. En fyrirgjöfin þarf að vera þá í samræmi með það. Grípur þetta? Nei. Hann slæðir, þetta er vel gert hjá honum, Liberato. Hann kiksar hann þannig í deginn. Bato þarf að koma skiptingun inn yfir. Dókara, sjáu, kemur skyndisóknin hérna. Hvað ætla Sigurgeir að gera? Hann er að spá hvort hann er að halda þessu að bakka, halda línni. Alfreð er ösku fljótur. Sendi ekki fyrir. Vel varið. Jæja, hann varði þarna gífurlega vel. Þetta var vel gert þetta. Ef þeir vilja, þá náður að komast í færi. Það er sama hver er litið á þetta lið, að það er styrkleiki og gæði í hver einustu stöðu. Já, Alfreð Már gerði svakalega vel þarna. Þetta var rosa sprettu í honum. Innkast, Fannar. Junior kemst inn í innkast aftur. Ég held að hann með nú bara að flöta af. Já, ég líka. Leiktíma lokið hérna. Í illt grassinum og sitja þessari steipu hérna. Tekur þetta stutt. Fær boltan, þetta var vel gert. Þetta var vel spilað hjá hann. Sending. Ekkert úr þessu. Restinn af leikjónum, svona árun hættum. Ég ætla að fara að flöta af hérna. Aukaspinna. Kíkjum á stöðuna. Þór Háka fór 0-0. Það eru Pétur og hann dæmir á rángstæðan. Þór Háka 0-0, já. Ekki er hann að væla yfir staðsendingun á aukaspinnu. Hann er að vinna 5-1. Þróttur Reykjavík er að vinna Grindavík 2-0. 1-5 hérna. Gróta fram endaði 0-0, allt í lagi. Haukar er að vinna sterkan sigur á Fjarðabyggð 2-0 og Káa er að vinna Selfoss 4-0. Þannig að Fjarðabyggð er svona að snifla sig kannski svolítið frá þessu. Já. En Þórsararnir gerðu jafnteflið, þannig að pakkinn fyrir neðan Víking og þau eru að gera þeim greiða, Víking og Þrótti að vera að tapa stigum. En ég heldur ekki þeim sammála að það er búin að vera langsterkustu lið en það er Þróttur og Víkingur. Já. Og þarna sjáum við kannski vandamáli hjá Jackson Möller, hann er réttfættur leikmaður að spila í vinstri bakvörður, hann gæti ekki tekið viðstöðulausa sendingu upp í hornið eins og Junior baði um. Nei, svo þarf hann líka að vera í gulum skó Já. til þess að minna sig á það. Junior með sendingu inn í
Aðeins og löng. ágætis, Aðeins og löng. já, hugsunar fín. Liberato með þetta. Hálf mínúti eftir sér línurinn. Eða dómarapari sem var að útskrifast úr menntaskóla hérna í vor. Búin að standa sig svo sem ágætlega. Já, hann fær allavega sko topp einkunn hérna aðstofadómar fyrir klippinguna. Þetta er flottasta klippingin aðstofadómar sem ég síðu sumar. Þetta er eins svona golf green eitthvað útfærsla. Nei, Junior sloppinn Þetta hérna. var fínt hlaup hjá Junior. Aðjá, hot. Ágæti skot hjá ágætt honum. svo. Fór í varnarmannin, eða markmannin út af hotspinna og þetta er ábygglega síðustu Þarna sekundnar. spiluður vel saman. Hann dreif svo staðan Junior og Papp kom með sendinguna í hlaupaleðina. En Pétur Bjarnason stoppaði bara. Ég hefði viljað sjá hann keyra Já. með honum og fá boltan. En svo sem ágæti skot hjá Junior sem fór á varnarmanni. Nú þurfum við að fá mark hérna til þess að koma okkur upp fyrir á þriðjudaginn. Og næst, Pétur. Hann stendur ekki standís. Já, þessu lauk hér 1-5. Öruggusigur hjá Víking. Gerðu það sem þið þurft að gera aðeins meira. Það var smá líf í okkur á köflum, vörnin samt hrifleg og leikur á þriðjudaginn og hann verður erfur. Það tók mikið í þennan leik. Menn styrðir, Nikolás meiddist, tóknaði aftan í læri. En við fáum Spivak og Kvasi inn næst í næsta leik. Þannig að haltu leiði blindan. Við Ívar Pétursson þökkum alveg kjallaði fyrir okkur. Ég þakka Ívari kjallaði fyrir að koma hérna með okkur. Ég vona að Takk þú fyrir verður mig. með okkur sem lengst næst, Ívar. Já. Og við sjáumst þér í næstu útsendingu. Jakin TV þakkar kjallaði fyrir sig og eigið yndislega og góða helgi. Takk. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Segjum fyrir eitthvað frá því að til. Jæja, við erum að gera okkur líklegan í seinni hálfleikinn. Hér á vinstri hlið er hinn geðþekki indæli Ívar Pétursson sem að sér öll tæknimál, veit hvað allir nota númer á skóm, hvað er heima. Það er alveg ótrúlega hvað hann veit. Ég er hérna með skemmtilega móla. Það er hérna þegar liðin voru að mætast í þriðjudildinni 2003. Það er að uppgangur Víkings hófst þá upp úr þriðjudildinni og við tókum okkur nokkur ári í þriðjudildinni og fórum upp 2006. En í þeim leik 2003 og þá mættust frændur Halldór Ingi Skarphéðinsson, markmaðurinn okkar, og Já. Tryggvi Hafsteinsson, leikmaður Ólafsvíkinga. Þeir eru frændur, afar þeir eru bræður. Og afi og amma hans Halldórs Inga, þau eru frá Rifi. Og það er Leifur Jónsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir, eða Leifur Hafnarvörður. Og hann Halldór Ingi segir að hérna vill koma því til skil að Reynir frá Hellisandi sé aðaliðið á Snæfellsnesi, ekki Víkingur Ólafsvík. Bara svo það verið haldið til haga. Býtu, hvað var Halldór Ingi? 14 ára þá? Ja, hann hefur verið tvítut held ég. Já, eða 14, já. Já. Já, það passar. Herru, breytingar, mér sýnst ekki. Nei, Fljótu engar bragði. allan hjá okkur. Við mistum Nikolás út af, hann er með slæma tóknun í aftæðri læri.
Og það er leikur á þriðjudaginn, það verður bara komið í ljós hvað verður þar. Ég vona það besta. En mér sýnist að það sé engin skipting heldur hjá. Þeir eru farnir að hita upp víkingarnir allavega. Já. Þeir örugglega með við stöðu leiksins þá fara þær að skipta fljótlega og leyfa mönnum að reyfa sig. Já, mér minnir nefnilega að þeir eru leika á þriðjudaginn líka. Ég held ég fari með það rétt. Þannig að Elmar og Ondo spila saman. Figúra, Ondo. Velur að fara að háa. Það er lítið sem papp getur gert hana. Ég var sittum í stúkunni, framlengdum bara í snúrunum okkar og kom okkur vel fyrir þessari glæsilegu stúku tónni Það er líka, hvað gerist næ? Það er líka dotti í blanka lognina. Og það er oft reynst liðum erfitt sem er að koma að sækja okkur að spila í logni. Þegar þau eru ekki vöðni. Nei, það er alltaf hafa rók hérna hjá öðrum. Sko. Hjá öðrum sko. Já. Ég man nú eftir bikarleikina fyrir 2 árum þegar Vestmannaeyingar komið hérna eina kvöldstund í júní og það var alveg blanka logn og þeir settu boltan upp í loftið en ætluðu að taka með í reikningin einhvern vind en það var ekki. Þannig að sendingin fór eitthvað allt annað. Þetta er ágætt spilreitar hérna. Volker er í ágætt stöðu þeir ná að hægja á honum. Batu, Möller, Dittu. Hann étur hann bara Dogara og Dogara keyrir bara upp. Tókits með snýri baki hann. Þetta hefði verið álitleg sókn hjá þeim. Vantaði smá upp á samskipti. Þetta er alveg svakalega góður knattspyrnumaður Emil Dogara. Hann er algjörlega með á hreinu. Hvenær hann á að fara inn í boltan. Já. Alveg. Þannig kemur sendingin frá okkur. Já. Sigurgeir tekur enga séns á þetta. Þeir þurfa að þetta. passa sig að þessi völlur, þegar það rignir á hann, það kemur ykkur bleita, hann verður svo rosalega laus í sér. Og þeir spóla bara í hliðarskrifunum. En með Emil Dogara, þú sér mann sem er svona vel gyrtur og veist að hann er í góðu formi. Já, hann er Þetta er viðmálið. sjálf síði í dag að menn gerir þessi svona. Þetta er bara statement. Já, þetta er alveg rétt. Nú fer ég svona lúmst að horfa á alla aðra, sko, það er allir með skyrtun upp, en ekki Emil Dogara. Allir einhverjum loose feeling, sko. Þessi er algjörlega með á hreinu hvernig á að líta út. Þetta er vel spilað hjá þeim, það er fótspunni. Þetta er svona gæi, það er annarkvort maður eða bolti, það verður ekki tvennt fram hjá hann. Ef boltin fer, þá tekur hann manninn, ef maðurinn fer, þá tekur hann boltan. Da Silva fer í spyrnuna og sjálfsögur Kúbat mættur hérna. Gunnlaugur Hlynur hérna í miðjunni, Ágæt boltinn spyrna. inn í. Ekki sannfærandi en Elmar náði að vera fyrstur í boltan. Sjá hvað Alfred gerir. Hann dæmir á þetta. Mér finnst þetta soft. Láta bara fá hotn eða yngast. Já, þarna hefði ég bara dæmt hotn á þetta. Ef þú ætlar að dæma þetta þá þarf þetta að dæma á ansi margar aukaspyrnur í leik. Da Silva töltir yfir. Það má heyra lognið hérna. Já. Það er allan að ræða saman með tekníkun þarna. Þeim er ekki alveg sama. Það er nóg eftir líka á mótin. Það verður að sjá hvort það breiðist ekki við. Da Silva. Kemur fastu bolti fyrir. Kom boltanum frá Björn Páls. Hann dæmir hann Já, rangsta. Það er haus þarna. Pétur Markanen glæsilegi kominn hér. Þetta áttur alls ekki að gera. Hann þrífst athygli. Já, ég veit það. Þetta er bara eins og bensín fyrir hann. Ég þarf að láta taka myndir á honum. Það snúa myndaðalli. Sveitarstjórinn í Súðavíkurhrepp. Fyrirsætan á Smáralindinni. Já. Og markaskórur á herði. Markaskórar hefur herði. Og slökkviliðsmaður. Og slökkviliðsmaður. Þetta er
fyrirhundi Þetta er skólastjóri. mikið byrði. Þetta er skólastjóri. Listin er endalaus. Rétt 30. Alþingismaður. Fyrirhundi. Alþingismaður. Já, þetta er... Það var aðeins að hugsa hvað maður að gera sjálfur. Nei, ég er að lýsa leikina á Jakin TV. Hvað ætlað þú að vera þú tónum stór? Ég ætla að lýsa leik. Rétt gaman hjá Það er Ívar gaman hérna. bara okkur inn. Fól þarna missi boltan út af. Og við erum eftir á bekknum Santos, Pétur Bjarna og Junior. Sko, mér langar að sjá Junior spila eitthvað. Hann veit ekki hvort það sé eitthvað á honum eða eitthvað, en það er alltaf stuð þegar hann kemur inn á. Og kannski henda Pétri efst á miðuna. Junior er svona svipaði leikmaður og Da Silva. Hann er svakalega snöggur. Já, það gerist alltaf eitthvað þegar hann fær Já. boltan. Sjá hérna, þetta er Pap fær hann hérna á miðjum vallarleiki Vík og hann þarf að snúa og hann þarf að finna úrslitasendinguna og þannig að sóknarleikurinn er nánast enginn á móti nánast engum varnarleik. Sjáðu þetta er allt auðvelt. Þarna, Da Silva stendur þetta allt af sér, kemur boltanum yfir Alfreim á, hann sækir á Möller, kemur hérna hægri, þetta kemur er fram hjá honum, bolti ekki, fyrir, og hann fer undir Hrúi Daða. Tókic með 4. markið sitt. Jæja, hvað Nei, er þetta Nei. er 4. markið. Það er 4. markið. 4. markið hans. Þarna enn og aftur, þegar við erum að tala um engin sóknarleikur og engin varnarleikur. Bæði Da Silva fær að keyra inn á völlinn. Það Alveg yfir. Kemur ekki miðjumaður að éta hann, bara að hjálpa bakverðinum og bara, þarna á bara að slátra manninu. Fyrir ekki orðbræði, en Já. hann fær að senda hann inn út og hann er 1-1 á Jackson Puller sem ég vil sjá gera betur, en hann hendi sér aftur eins og Elmar í fyrirháleik. Henda sér raskandi, stattu eins lengi og getur, stattu í lappirnar. Þú Já. gerir ekkert á raskandinu. Þú sást í síðasta leik sem við lýstum þetta hvað Möller var svakalega góður. Hann var hrikalega góður á móti Þrótti. Alveg rosalega. Ég sakna þeirra leikmenn núna pínlítið. En þarna, þetta er bara allt of auðvelt. Svo er spurning sko hvað mig skrifa á þjálfarinn þessum efnum sko þegar við erum sjáum fram á í mótinu að við erum að fá flest mörkin á okkur í deildinni. Á hverju við endurskipuleggjum ekki leik okkar og byrjum bara að fara í grunninn og fara í einföldatriðin að gera þau rétt og bara byrja á varnarleiknum. Byrja bara að verjast í leikjum. Já, Fara bara fyrstu leið fram, hár bolti. Kúpat á þetta er loftinu sko. Vörnin, Þetta var ágætt sókn hjá okkur. það var ágæti sókn. Við hefum eitt innkast. Nei. En það er svona ef og hefðu átt að á ykkur tímapunkti í þessari deild að pakka bara í vörn og reyna að byrja þar að næli stíginn. En við erum búin að líka vera með alveg ótrúlega mikið af svona miðlungs lélegum leikmönnum hérna. Þetta er, Sko, sumir útlendingar hafa ekki verið nægilega góðir og þeir hafa verið mjög ungir sem hafa verið Já. að koma hérna. Það er eiginlega bara krakkar. Síðan höfum við verið að lenda í alls konar litlu málum sem kannski mennum búin að gleyma þetta. Markmaðurinn okkar meiðist í fyrstu umferð. já, ég veit það. Við þurfum að sækja ágætan strák til Þýskaland sem er samt ekki nægilega góður. Og hann þarf svo að fara mitt sumarið. Ég er í skóla. Þá þurfum við að sækja Pratíko og það er þriði markmaðurinn kominn. Og síðan náttúrulega sagan endurlega með Nigel Kwesi, það náttúrulega þurfti við getum talað um það, 2 tíma. Svo kemur Kvasi og í fyrsta leiknum sínum 2 guldspjöld rautt út. Já, það er allt og dýrt. Þannig að sjáu Tókic, hann fær að það eldir hann enginn í bakið, hann fær að gera allt sem hann vill. Þarna, strax mættu maður til að negla Pap niður í bakið. Já, og lætur hann finna fyrir sig. Lætur hann finna fyrir Einasta því. skipti, sko. Sjá hvað er að gera þarna. Þetta er hot, mér sýnst það að vera farin. Eyjúb ekki sáttu við þetta. Kúpats lætur hann heyra. Hann er að stjórna þessu leik, hann algjörlega. Ég var ekki búinn að sjá hann að Kúpat spila, sko. Ég
Lúpa hefur nú oftast alltaf verið aðalmaðurinn í vörðinu, en Kúpat er ekki minni maður. Nei, alls ekki. Þetta er algjört naut og hann er snöggur, sterkur. Það er góður spilari. Sjá hvað við gerum þessu hotspinnu, Volker með hotnið, Sigurgeir. Þarna hefði hann mátt liggja. Þetta leit kannski betur út hérna hjá okkur, Já. sko. Hann er kannski var lengra frá heldur en okkur sýndist. En við erum að tala um Sigurgeir, hann stekkur kannski 10 cm. Þetta var helviti vel gert hjá honum. Hérna sjáum við, enda sóknina. Það fáum við ekki hraðablöp í bækið. Sjáðu, hann er bara komin í vandræði hérna, Bandu. Ja, leysir þetta. Þeir koma svona hægt og rólega upp að okkur. Mótufól leysir þetta. Svo verður að koma eitthvað út úr þessu. Þeir eru svo fljótir að fara í alla leið. Þetta er bara, hvað ég sjá, menn oft líka ekki að velja rétta sendingamöguleikann. Það vilja sjá Daða snöggan að koma með hann og Möller að það kannski hefur verið 50-50 sending. Já, Alfreð Már er svo snöggur. Þetta er svo sem allt í lagi, sko, en við erum að tapa 5-0. Þannig að, þú veist, það er fínt að halda boltan, þá ætlar hann að fara ekki markaðið með hann. En svo er spurning þegar þú ætlar að gera eitthvað. En þeir bíða bara eftir fyrstu mistökunum. Þeir bíða bara eftir okkur, sko. Þetta er ágætið spil, sko. Hérna hefur viljað fá skiptingu, hann velur einfaldan. Svo spurning, hann leitaði tilbaka alltaf, Elmar. Alltaf tilbaka. Þannig að sem svo sjáum núna vingana núna, þeir eru konar allir bak úr boltan. Áðan vorum við í stöðu, þegar Papp fekk boltan, þá vorum við í stöðu til að keyra á. Leitum tilbaka, þá voru vingana konir aftur bak úr boltan. Já, og það er bara einn. En þetta er eitthvað ágætis. Það var ágætis spil hjá þeim. Elmar mista. Vel gert hjá Liberato þarna. Það rendi sér í þennan. Það virðist vera alveg ágætur þarna milli stangana. Já. Sigurgeir og tókitt, Sigurgeir á þetta. Miðjan lengi að skila sér. Figúri reynir að taka niður. Turucci að kemst bara fyrir hann og tekur á hann boltan. Sko ég vil bara fá skiptingar hjá báðuliðum. Ég vil fá okkur nýja menn hérna inn. Já. Þetta er alltof auðvelt. Nei, þetta var ekki neitt. Þetta Silva hefði getað gert betur, hann fekk þetta. Missi boltan frá sér og... Ondo ætlar að koma í veg fyrir þetta, missi samt boltan. Þetta Silva komin einn í gegn. Ertu búinn? Þessi var góður. Þetta var góð spurning á þjálfarunum. Eyjúb, ertu búinn? Það kemur skiptingin tvöföld hjá Víkingum. Kristófer Eggertsson að koma inn á. Kristófer Eggertsson. Og Gorka. Held ég að sé Káringur. Svo Spánverinn er að koma inn á. Hann er örugglega búinn að fá einhverja mínútur ykkur, en ég hef ekki séð hann spila. Gorka Bernardos. Daði. Reynsa bara strax. Spilum hann bara tilbaka í róleitunum. Fær einn í pressunni. Þarna, Eyjúb er ekki ánægður með þetta, ég lofaði því. Þarna, sjáðu, út. Flott. Hvað ætlar að gera svo? Þarna hefði ég haldið að hann hefði bara tekið næsta skrefið og... Ég er hægt að sakast mann sem er ekkert verið að spila. Nei. Ég veit það ekki. Hann náttúrulega bara taka á einn og einn. Þú veist, farið skotið, það farið einn og einn á mannin og hann... Gunnlaugur Hlynur Birgisson að koma út af, þú standa sér vel hérna. Inn á fyrir hans stað, kemur Gorka, Bernardor. Og hver er annar? Þetta Silva. Þetta Silva kemur út af. Og Kristófer Eggertsson, já. Setur Kristófer á kantinn. Nei, Gorka verið á... Gorka komin á vinstri. Við erum komið í vallavörðin hérna hjá okkur.
Hann er að fylgjast með. Da Silva kemur út af. Hann er búinn að hann stóð sig vel hér í þessum leik. Sjá hvað er að... Ferskar fætur. Já, þetta er bara kantur og fremstur á miði. Vel gert. Þetta gerir bútið fóla gullega. Gott svo með hann Heldur fyrir. boltanum. Þetta er ágætt. Þæ. Gott honum. Elmar með fyrirgjöfina. Þetta er lausbolti. Þetta er... Jæja, fígúra. Inn á Fæ. Inn á Fæ. Móta kannski fígúra. Elmar gerir vel þarna í að spila strax. Skot. Vanlega hefði ég verið á móti þessu skoti, en þetta er bara allt í lagi. Bara að ógna... Já, fín pressa. Heyrði hann að bolta hérna. Flott. Strax búinn að vinna hann aftur. Elmar. Koma, bara hérna þurfum að leysa leikina þessu upp í smá hlaup og fæt og baróttu. Möller. Þetta er vel gert. Vel gert. Þetta er örugglega... Hann ætlar hann að hafa öll tökku á leiknum, en ég held að samkvæmt bókinni þá er þetta bara guldspjald. Já. Hann ætlar ekki að gera það. Hann lendir fyrir aftan Batu kemst ráð fyrir hann. Ef þú sækir svona aftan á mann með lappinu þeirra, þá á það að vera guldspjald. Helgi Mikael Jónasson fínn í hérna í fyrri hálfleik. Ungur dómari. Við fáum aukaspyrnu á Hellustad. Það var ágætt spil. Aðstoðardómarinn hérna flottustu klippinguna í deildinni. Þetta hann þarf að drífa yfir fyrsta mann þarna. Dæmir á þetta. Gaman að pása svona eftir brotin og hlusta hvað stúkan segir. Já. Og koma svo með dómi. Það er nefnilega alltaf margir góði dómarar í stúkunum alltaf. Jú, hann er svo sem allir geta dæmt á þetta. En eins og stúkan segir, þá beina hann sér niður. Já. Sigurgeir og Tókic. Gorka er fremstur á miðju síns meir og Kristófer komin á kantinn á vinstra megin. Pínulíf kom í strákana. Þeir taka okkur eins og þarna og Guðmundur reynir mættur bara fyrsta touchinu á Mútu Farl og tekur á hann boltan. Það er ekki tómma gefin eftir. Vilju ekki bara fara að sjá Pétur Bjarnason inn á hjá okkur? Jú, ég held að. Hrista hans upp í þessu. Þetta er fín skipting að þeim. Siggi Kristófer þarna. Guðmundur og Kristófer á móti Mútu Farl og Elmari. Svo reynir að koma boltanum fyrir. Þeir eru búin að fylla boxi af er missa út af. Hæ. Þetta er erfitt. Batu hérna harðarspretti. Liberato. Elma lyftur honum. Akubat og Kenan Turutja. Kenan Turutja. Turutja. Það er búið að slitna svolítið á þessu núna. Kemur fyrsta spjaldi í leiknum. Þetta er Batu. Mér fannst þetta að vera frekar saklaust. Hann öskrar bara svo mikið. Jæja, fyrsta spjaldi komið. Það hefði mátt vera að koma fyrir í leiknum.
Kvadó með guldspjald. Jón Haldán er að reyna að benda dómarunum réttilega á þetta. Það er ekki lína í þessu. En þetta er svo minnst á okkar vandamálum dag, það er dómarinn. En þess að segja, það eru sendir ungi dómar hérna, þeir þurfa reynslu. Já, já. Þeir gera mistök eins og leikmenn. Og það er ekki þeirra þessi 5 mörk. Við höfum ekki gleyma því. Það er frekar okkar. Elmar spilar út, þetta er ágætt spil. Vel gert. Sjá, við þurfum að spila leika tilbaka. Olsson er komin bak við boltan. Svona átt að vera, Papp á hann lappinnar. Aja. Svona, þetta er vel spilað. Við viljum sjá Dittu fara bara 1 og 1 á hann. Og finna skot. Hann er rangstæður. Ég tók ekki eftir því, aja. Ég var orðinn spenntur. Ég horfði bara Dittu, ég verði ekkert að horfa Ég var orðinn spenntur, hann bara að gera eitthvað. Liberato fljótur að taka þetta. Sjá, það er nú ekki búið að fara mikið fyrir. Þetta hefði verið stórkostleg sending á honum. Ég held að hann hefði verið að senda hann frekar heldur að reyna að tjekka sjálfur í skot, sko. Þetta var rosalega vel gert. Ég held að hann hefði verið að reyna að senda hann. Sá er með svakalega leik hérna, Tókic. Þetta hefði ekki farið mikið fyrir Tókic núna. En hann er alltaf á grensunni. Liggur alveg í línunni. Líka búin að vera frekar rólegur, sem 4 mörk. Spyrna fyrir. Volke með þetta burt. Dokora. Hann ætlaði að rífa netið þarna. Ég hefði haldið að þetta væri rangstæða en boltið fyrir út af. Já. Núll 5. Sextíu-átta mínútur liðnar að leiknum. Það er með góða spyrnu. Papp vinnur, ég hefði... Ég dætti aldrei. Ég nenni þessu ekki. Ég nenni ekki að fara út í einstök brot. Þetta er Guðmundur innir. Kristófer. Guðmundur. Tjekkar. Helt trítla hérna bara í Þetta Róðdón. er svona varnarvinnan okkar er unnið svona til háls. Hann er mútið fól alveg í Guðmundur innir og á bara að klára hann og taka boltan á hann. En fyrst að Guðmundur innir er að hörfa frá markinu og þá lifur hann. Þetta er snirtilegt hjá þeim. Alfred. Góða boltanum í horn. Seinni hálfleikur hálfnaður. Nú myndi ég vilja fá Pétur Bjarna inn á. Svo náttúrulega er ekki Grótta fram að spila. Jú. Hann geti kannski best fyrir okkur að hann fari í jafntefli. Hvað gerir Möller? Þetta er fín sending á honum. Dittu kemur hérna á. Þetta er orðið erfið sending núna. Nei. Björn reddar þessu. Þetta var hrikalega vel unnið á beinni. Alveg svakalega. Þegar vinkillinn var að lokast fyrir Pappa að senda þessa sendingu. Hún hefði þurft að vera hárun nákvæm. Og þessi strákur, þú ert ekki búin að nefna hann oft hérna í leiknum. Hann er í límið hérna. Hann heldur miðunni saman hérna. Akkirið á miðunni. Hotspinna, er þetta ekki fyrsta hotspinna okkar? Sveið mig þá.
Dittu með sendinguna. Mark. Dæmir ekkert. Já, já. Ég sá þetta ekki alveglega. Er þetta Ondo eða? Mér sýndist þetta að vera Hondo. Hann var hvað markahæsti maður okkar eða? Já. Ísfirðingurinn Loik Ondo. 1-5. 1-5, tökum það. Kannski rennir hatt yfir. Já. Var þetta papp? Var þetta papp? Við bara hreinlega sáum ekki. Við mistum þessu marki. Við sáum skallan. Ég held þetta var Ondo. Báða staðfest. Papp eða Ondo, Papp. Við fengum mark hérna. Fín hótspinna, vel gert. 1-5, það kom í lífi. Ef ég þekki Víking Ólafsvík rétt og liðinans Eyjólfs, þá hefði hann gert meira úr þessu Hann er þessu rosalega rólegur. hugsanlega broti á markmann. Hann hefði sennilega trillst eða staðið verið 0-0 eða við að vinna. Sko bókstaflega sturlast. En hann lætur að eiga sig núna í 5-1 stöðu. Hann er að elda skallir. Já, hann er alveg pollarólegur. Hann er bara hérna sitandi. Ég sá þetta ekki almennilega. Ég sá markmanni kvenka sig eitthvað. En það er svo spurning bara hvort hann hefði ekki bara átt að gera betur. Hann hefur hlupið á okkar mann. Dittu. Möller. Svolítið vill klappa boltanum að Dittu. Já. Kemur pressa strax á Emil. Já, færi hann áttur. Sendingin í. Það er víti. Æ, hann er rangstæður. Andskotinn, mann. Þetta var rosalega vel gert. Eyjúb er ekki ánægður með liðið sitt, en þegar við fáum að leika knettinum hérna frá vinstri til hægri, síðan kemur þessi fína stungusending á Papp sem fellur og við sjáum það ekki, við snúum að hefði þetta verið vítaspyrna þá þetta sennilega verið rautt spjald á Liberato. Ég er ekki að segja að við værum konum með leik þá, en við erum konum með aðeins meiri spennu. Á móti kemur Notum tækifærið, hvernig er staðan í leikjunum? Já, spurning hvort Daði hafi meðst hana. Úps. Þetta var hart. Þetta var Þór Hákon að gera 0 töfli í sáleikur, það var búinn. Þróttur Reykjavík 2-0 yfir á móti Grindavík með 1-5 hérna, 0-0 Gróta fram. Haukar að vinna Fjarðabyggð 1-0 og KR að vinna Selfoss 3-0. Já, þannig að Gróta fram, það væri draumaleikurinn að væri fyrir 0-0. Já, ég er að gæla við það að það myndi henda okkur best. Daði harkar þetta sér. Já, eða einfallega bara sigur hjá fram. Það var ágætt. Dittu, komin á siglingunni þetta. Fækkar möguleikunum hérna. Velur hann hennan kost. Þessi að þeir eru ekki að drífa sig. Víkingarnir að fara beint upp öllin og koma sér í færi. En svo kemur hentar okkur ágætlega. Þeir vil ekki halda boltanum og sparka hann frá sig. Hefur bara alveg pollarólegur. Allt í lagi. Þetta er staðan bara 1-5. Korter eftir þessum leik. Nei, hann er ekki í lagi, hann Daði. Spilaði. Nei, hann er að kvenka sig eftir þessu spilnu. Hókar, Dittu. Hann er sterkur í þessu, Dittu. Þarna vantar að tala saman. Sko, Mótu Fall hefði bara getað snúið og skotið. Hann var með það mikinn tíma, hann hefði ekki þurft að senda þessu sendingu. Elmar. Snýr figúra sem skulum við sjá Daða, hann tekur þetta bara. Nei, hann er meiddur.
Dæmir ekkert. Nú langar mig að kalla henni vellin, ég verður að sitja á mig. Ég er ekki alveg nú að káta með Daða, hann er meiddur sko. Það sér bara hvernig hann stingur við þegar hann er bakkar. Ég sé nú Praktikó ekki neinstæðir hérna. Innkastið. Já. Komast Vel bakvið á gert. Elmar og mútu vol. Þarna beið Ottó Tókits étur alveg eins og þetta. gammur eftir boltanum. Þetta á að vera brot á Tókits. Nei, jó. Það var hann að lifa sér alltaf mikið inn í þetta. Það virðist verið í lagi Já, með hann. allt í lagi. Fín spyrna hjá honum. Þetta er línan hjá honum. Þetta er bara línan. Hann dæmir ekki þarna á Ólsarana. Við erum ekki búin að fá aukaspyrnu fyrir þetta. Allan leikinn. Og núna á allt að vera brjála þegar við brjótum ekki. Það er góður. Fer bara til hans, hætti þessu. Kissar hann á bátinn. Hann er bara að segja honum að það er ekki, hann græði ekki á því að fara að æsa sig eitthvað. Hann má eiga það hann Helgi í dómari. Hann er ekkert búinn að falla inn eina svakalega grífi með þessu. Nei, ok, ég gef honum pluss þarna, allan að halda sömu línu. Við vorum búin að, heimalið var búið að væli yfir þessu áðan. Já. Yfir dómgæslunni, þannig að þeir geta ekki kannski sagt mikið núna, hann er að halda þessu. En Kubota er fullorðinn maður, það er bara game on. Þriðja síðast skiptingi og Víkinga koma. Það sýnist að vera Fannar Hilmarsson. En er engin. Jú, Pétur Bjarnar er að klæða sig úr. Þeir reyna að spila hérna út úr pressunum sem Víkingarnir setja á okkur, hann kemur boltinn upp. Dogga er búinn að vera alveg svo klettur hann í bakverðinu. Guðmundur reynir. Liggur þarna eftir. Liggur þarna eftir. Þá kemur skipting hjá báðum. Fannar Hilmarsson og Pétur Bjarnarsson að koma inn á. Tókits út af. Walker. Og Volker út af. Já. Junior líka. Junior næstur þá inn á eftir. Þá eru skiptingarnir búnar. Ég myndi nú aðtuga með Daðan í eði í síðustu skiptingunni. Við erum bara búin með tvær eða ekki? Jú. Já. Bestu maður leiksins komin á bekkinn. Bólvíkingurinn. Tókic og bólvíkingurinn. Pétur Bjarnar. Pétur Bjarnar komin inn á hjá okkur. Junior gerir sig kláran. Junior ber nafn með rentu. Það þurfti að fara í barnadeild til þess að kaupa úlpáðan. Hann er lítill en hann er öflugur. Tíu mínútur eftir núna, þetta eru svolítið búið að detta mikið niður hérna. Já. Víkingarnir er alltaf ekki að eyða miklu púður í þennan leik. Papp, fýtt bolti. Sjá hvað Dittu ætlar hann að, ég vil sjá Dittu, ég vil sjá hann gera eitthvað sjálfur. Já, ég er alveg saman því. Hann er það fljótur. Ég vil láta hann reyna á Emir Dogara. Þannig að heldur línu en séu ekki bakkaði svo. Fannar hefur bara komið í frammeirastöðuna. Sjá Dittu bara fara einn og einn. Láta reyna á Emir Dogara í bakkurinn.
Pétur skilur þess á sér. Mútufól leggur hann á. Hvern tekur hann út af? Hann tekið Batu út af. Kemur hrikaleg sending frá Batu og sjá hvernig Batu var ekki á því að fara að vinna þetta aftur. Jæja, þetta slapp. Komur svo, Dittu kemur hérna upp vinstri. Láttu, það verður brotið á þeir eða eitthvað. Jæja, þetta er ágætis varnarleikur hjá Lúpa. Þannig að sjá, hann stendur í lappinu allan tíma. Ekki að henda sér á raskandi. Skiptur á Pétur. Nú þurfa. Gorka. Þetta er á stað. Sendingu. Já, hann er með þetta rennur línurinn. Hann er alls ekki að taka skipting. Dittu út af. Tekur Dittu út af, ok. Ég held að Batu færi, ég syns Batu vera bara búinn. Já. Það er spurning, ætlum við eigum nokkuð til að sitja á miðina í staðinn? Nei. Dos Santos. Junior kemur hérna. Hæti maðurinn. Ég ætla nú að hætta að töglast á þessu þjóðunum og skora á þessa sjálfskipu íþróttafréttamenn að þeir sé nenni að fjalla þá leikinn sjálfan eftir leik en ekki hvað spiluðu margir frá hvaða þjóðurnum. Já, ég veist að aldrei skipta um eitthvað einasta máli. Ég er búinn að segja þetta á löngum ferli að þú setur á því treyjuna þá ertu liðsmaður. En við viljum ekki að sé að ræða svona þegar að Íslendingarnir okkar að spila í Noregi eða á Englandi eða hvað sem það er. Hvað gerir Junior hérna? Batu. Fæ. Hann er á lengi að skila boltanum á sér þarna. Junior. Jackson Möller setti lappina á papp, þetta er flott. Það var að tala við hann líka hvernig hann ást. Fæ. Hann þarf að leita yfir á vinstri. Þetta er ágætisókn. Ágætisókn. Það er fínt að sjá að þeir eru ekkert búin að gefast upp hérna. Það er meginmáli. Möller. Pétur. Pétur kemur hérna. Ja. Sendingi fyrir. Hún er slök. Björn. Batu tilbaka á Ondo. Sleppur. Svo sem ekki borið mikið á Spánverðan sem kom inn á. Hann er kannski ekki góður leikmaður og tók ítsa frammi. Það er samt skemmtileg staðreynd sem ekki margir er að spá í að býja í Búlingavíkurliði þó að það sé mikið erlendu leikmönnum að þá er það í öðru eða þriðja seti yfir það lið sem er búið að tefla fram flestum uppöldnum leikmönnum eða 11 talsins. Og það er haukaliði sem státar sig af flestum. Og mér minnir að það hefur verið tekið saman að það hefur verið 21 leikmaður. Sem er náttúrulega bara frábært. Já, við skulum líka ekki gleyma stærða hlutvöldum á svæðunum. Já. Þannig að ef við tökum eins og Íslendingar alltaf með höfðatölu. Þá notum við að vera með vinninginn. Þá erum við vinninginn. En númer 1, 2 og 3 þá skiptir ekki máli með þetta. Þú ert að búa til lið og fólk vil spila og þá finnst mér ekki skipta einu máli hvaðan þá kemur. Punktur. Þetta gerir Papp gerir ágætlega. Hann hendur sér raskætti og Papp er komið fram á hann. Þetta er hrikalega erfitt fyrir hann að vera einna. Batu gerir vel. Batu búinn að standa sig fínt í það. Gorka þarna að reyna að ná boltanum á honum. Komin ykkur innlögn hérna. Já, smá. Enda er leikurinn að vera búinn sko. Já. Þetta er yfirleitt þannig að þetta helst alltaf meðan að leikurinn er. Svo fara fólk bara heim og horfa á sjónvarpið sko. Já. Það er þannig á þetta að vera. Þannig að það segir sig eiginlega sjálft að Suðurnesjamenn er alltaf að horfa á sjónvarpið. Já. Daði. Hann reddar þessu.
Það er samt eitt sko með Víking Ólafsvík að það er frábær klúbbur, það er eitt sem það vantar. Þeir eru með frábæra völl og frábært fólk í kringum liði, en þeir eru ekki byrjaðir að sína frá leikjunum sínum. Nei, það er alveg rétt. Junior, þetta var vel gert. Þetta var fínt, já. Doggar er búinn að vera frábær í bakvörðunum. Nei, rángstæð. Hann er að flagga á þetta. Þetta hefur verið hrikalega tæft alltaf. Mér fannst Doggar alltaf vera fyrir framan hann. En þessi línurinn, hann er í bestu aðstöðu til að sjá þetta. En þú klárar ekki, þeim vantar sjónvarpið. Það er að fara að sína frá heimaleikjum. Já, þetta er alveg rétt. Svona frábær klúbbur. Við erum búin að vera að sína frá íþróttunum núna í 9 ár, síðan 2006 og þetta er ekki flókið. Þú hefur séð það. Þetta verður örugglega eitthvað verið skoðað, já. Ég trúi ekki öðru. Það er mikill metnaður þarna, það hefur örugglega verið skoðað. Það er örugglega eitthvað stoppar þetta á einhverju tæknilegu máli. Ef einhverju vilja fá upplýsingar þetta frekar, þá erum við miklu meiri fúsir til að vera í samstarfi. Segja fólki hvað það er að gera. Jakin TV. Frábær tæknimaður og sjónvarpsstjóri hér, Jakob Einn Ólafsson, sem er heilinn á baku þetta ásamt Sturlu Stigsinni. Ég ætla að segja að hann var að fara inn. Jæja. 1-5. En þetta er það sem að gera þetta svo glæsilegt. Þetta minnkar allt umhverfið þegar við getum fyllt liðunum okkar í gegnum netið. Þegar við höfum ekki tækifæri að ferðast fleiri 100 kilometra. Þetta er bara framtíðin. Ekki framtíðin, þetta er bara dagurinn dag, þetta snýst þetta. Já. Svo við talum ekki tekjumöguleikana sem að koma úr þessari framtíð. Pétur, hann má alveg tala við hann þarna, taka bara boltan niður. Vel gert hjá Daða. Ingast, þetta er að lognast út af hér, það er 3 mínútur eftir. Við erum að sofna hérna. Ég líka dást að ferðamátan hjá strákunum, þetta er... Já, komið þér á þessu? Já, víst, þetta er eðal vagn. Það er ýmislegt sem það getur leikt hugan að þegar allt er svona rólegt innan á vellinum. Ísborgin í Höfn og... Vel gert hjá Elmari. Hondo ákveður að hleypa smá lífi í þetta. Figúra, nú þarf að koma skipting. Finnur Batu, hann þarf að tengja hérna áfram. Ég vil að sjá Figúra koma með hann og Jackson Böller. Pétur er að koma með fín hlaup hann á bak vörnina. Leita tilbaka. Elmar, núna ætlaði bara að... Þetta er fínn bolti, hann finnur hann lausan. Þeir þurfa að tala við hann Batu. Þetta er léleg sending og ekkert annað. Hann fær hotni. Og hvað gerir síðast þegar við fengum hotn? Ég held að Batu sé bara algjörlega búinn. Býtuðu þarna er... Hann er búinn á því. Lúpa. Lúpa, ætla hann hafi... Ég gæti ekki séð að það væri ykkur í kringum hann. Nei, er þetta ekki bara krampið eitthvað? Við sýnast allir vera þokkalega sátti bara. Höfðinginn sjálfur, Antonio Maria Ferra og Grave. Það er ekkert Við köllum hann vantilega Olsara, hann er búinn að vera það lengi að það. Antonio Maria Ferra og Grave. Sjúkraþjálfari. Sjúkraþjálfari. Og markirinn hans hinum einn heitir Tómas Emil Guðmundsson. Frá Danmörku. Síðri snillingur þar. Junior átaka hotspinnu. Við skorum úr síðustu hotspinnu og Tómas Lúpa þarf að vera utan vallar. Þannig að líkunar eru talsvist meiri að myndu skora úr þessu hotni. En fyrirgjöfin þarf að vera þá í samræmi með það. Grípur þetta? Nei.
Hann slæðir, þetta vel gert hjá honum, Liberato. Hann kiksar hann þannig í deginn. Bato þarf að koma skiptingunni inn yfir. Dogara, sjáu, kemur skyndisókn hérna. Hvað ætla Sigurgeir að gera? Hann að spá hvort hann að halda þessu að bakka, halda línni. Alfreð ösku fljótur. Sendingin fyrir, vel varið. Jæja, hann varði þarna gífurlega vel. Þetta var vel gert þetta. Ef þeir vilja, þá náður að komast í færi. Það er sama hver litið á þetta lið, að það styrkleiki og gæði í hver einustu stöðu. Já, Alfreð Már gerði svakalega vel þarna. Þetta var rosa sprettur í honum. Innkast, Fannar. Junior kemst inn í innkast aftur. Ég held að hann með nú bara að flöta. Já, ég líka. Leiktíma lokið hérna. Ég vilti grassinum og sitja þessari steipu hérna. Tekur þetta stutt. Fær Durrutia. boltan, þetta var vel gert. Þetta var vel spilað hjá hann. Sending. Ekkert úr þessu. Restinn af leikjónum, svona árun hættum. Ég ætla að fara að flöta af hérna. Aukaspinna. Kíkjum á stöðuna. Þór Háka fór 0-0. Það eru Pétur og hann dæmir á rángstæðan. Þór Hákon 0-0, já. Ekki hann að væla yfir staðsendingun á aukaspinnu. Hann að vinna 5-1. Þróttur Reykjavík að vinna Grindavík 2-0. 1-5 hérna. Gróta fram endaði 0-0, allt í lagi. Haukar að vinna sterkan sigur á Fjarðabyggð 2-0. Káa að vinna Selfoss 4-0. Þannig að Fjarðabyggð svona að snifla sig kannski svolítið frá þessu. Já. En Þórsararnir gerðu jafntefli. Þannig að pakkinn fyrir neðan Víking og þau verið að gera þeim greið að Víking og Þrótti að vera að tapa stigum. En ég heldur ekki þeim sammála að það búin að vera langsterkustu lið en það Þróttur og Víkingur. Já. Og þarna sjáum við kannski vandamáli hjá Jackson Möller. Hann réttfættur leikmaður að spila í vinstri bakvörður. Hann gæti ekki tekið viðstöðulausa sendingu upp í hornið eins og Junior baði. Nei, svo þarf hann líka að vera í gulum skó Já. til þess að minna sig á það. Junior með sendingu inn í Aðeins og löng. ágætis. Aðeins og löng. Já, hugsunar fín. Liberato með þetta. Hálf mínúti eftir sér línurinn. Eða dómarapari sem var að útskrifast úr menntaskóla hérna í vor. Búnir að standa sig svo sem ágætlega. Já, hann fær allavega sko topp einkunn hérna aðstofadómar fyrir klippinguna. Þetta er flottasta klippingin aðstofadómar sem ég síðu sumar. Þetta er svona golf green eitthvað útfærsla. Nei, Junior sloppinn Þetta hérna. fínt hlaup hjá Junior. Aðjá, hot. Ágæti skot hjá honum. Fór í varnarmannin, eða markmannin út af hotspinna. Og þetta er ábygglega síðustu Þarna sekundnar. spiluður vel saman. Hann dreif svo staðan Junior og Papp kom með sendinguna í hlaupaleðina. En Pétur Bjarnason stoppaði bara. Ég hefði viljað sjá hann keyra með honum og fá boltan. En svo sem ágæti skot hjá Junior sem fór á varnarmanni. Nú þurfum við að fá mark hérna til þess að koma okkur upp fyrir á þriðjudaginn. Og næst, Pétur. Hann stendur henni ekki stað 10. Já, þessu lauk hér 1-5. Öruggur sigur hjá Víking. Gerði það sem þið þurfti að gera aðeins meira. Það var smá líf í okkur á köflum. Vörnin samt hrifleg. Og leikur á þriðjudaginn. Og hann verður erfur. Það tók mikið í þennan leik. Menn styrðir. Nikolás meiddist. Tóknaði aftan fyrir læri. En við fáum Spivak og Kvasi inn næst í næsta leik. Þannig að haltu leiði blindan. Við Ívar Pétursson þökkum alveg kjallaði fyrir okkur. Ég þakka Ívari kjallaði fyrir að koma hérna með okkur. Ég vona að þú verður með okkur sem lengst næst, Ívar. Já. Og við sjáumst þér í næstu útsendingu. Jakin TV þakkar kjallaði fyrir sig
og eigið yndislega og góða helgi.